Já, góðan daginn og velkomin til 47. fundar bæjarstjórnar Árborgar sem haldin hér í Grænumark 5 á Selfossi 13. nóvember 2024. Fyrst vil ég geta til mætingu á fundin. Það sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Ástfríður M. Sigurðardóttir, varabæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Eru einhverjar athugasemdir við boðaðan fund og fundarboðið í heild sinni? Það er ekki að heyra og þá göngum við til dagskrár. Ég vil auðvitað hér í fyrstunni bjóða velkomin til, ég má segja, árlegs fundar við okkur í bæjarstjórn Árborgar, fulltrúa frá ungmennaráði Árborgar, þar sem þau koma hér með ýmsar tillögur og sem við tökum svo til umræðu hér í lokin þegar þau hafa lokið sínum tillöguflutningi og sínum rökstuðningi, og síðan þegar við höfum lokið umræðum eftir tillögur ungmennaráðs sem hér verða bornar upp ein af öðrum, að þá höldum við áfram með formlegan fundin eða formlega dagskrárfundarins beinu framhaldi. En við göngum þá til fyrsta liðar á dagskráni og það eru þau sem að koma hér eins og ég mun kynna þau hér. Það er Elín Þórdís Pálsdóttir, Atli Dagur Guðmundsson, Guðrún Birna Kjartansdóttir, Elín Björt Heiða Sigurðardóttir, María Friðmey Jónsdóttir, Mílena Markovska og Bryndís Embla Einarsdóttir. En það er fyrsta málið á dagskráni, tillaga frá ungmennaráði Árborgar, safnskóli fyrir elsta stig í sveitarfélaginu Árborg. Og ég ætla að bjóða hér velkomin í ræðustólinn Elínu Þórdísi Pálsdóttur. Góða kvöldi. Já, eins og Kjartan sagði þá heiti ég Elín Þórdís og ég með tillöguna safnskóli fyrir elsta stig í Árborg. Ungmennaráð Árborgar leggur til að stofnaður verði starfshópur sem ætlað að skoða möguleika á stofnun safnskóla á faglegum og kostnaðargrundvelli. Við teljum að safnskóli sé betur settur í að bjóða upp á fjölbreytt námsframboð, öflugri fagkennslu sem og faggreina teymi. Safnskóli býður upp á hagkvæmri nýtingu á húsnæði og fjármagni, öflugra félagslíf og þar að auki væri þetta frábær undirbúningur fyrir ungmenni að breyta umhverfi og kynnast nýju fólki. Við teljum að þetta sé mikilvægt verkefni því þróun og fjölgun íbúa er mikil í Árborg. Með safnskóla væri hægt að efla áfram flott skólastarf fyrir alla aldurshópa. Einnig höfum við fengið að heyra mikið af jákvæðum reynslusögum frá bæði nemendum og starfsfólki á safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Við vitum að verkefni á borð þetta tekur mikinn tíma og þarf að gera vel, því er frábært að byrja sem fyrst. En undir lokin langar okkur að biðja ykkur að ungmenni frá öllum grunnskólum Árborgar og ungmenni úr ungmennaráðinu fái að sitja í tilteknum starfshóp. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Elín Þórdís. En eins og ég sagði áðan, þá ætlum við að taka umræður tillögur ungmennaráðs í lokin þegar að allar tillögurnar hafa verið bornar hér upp. En þá er komið að máli númer 2 á þessum 47. fundi bæjarstjórnar Árborgar. Það er tillaga frá Ungsá, heimavist fyrir FSU, og það er Atli Dagur Guðmundsson sem ætlar að fylgja því úr hlaði.
Já, komið sæl, takk fyrir að taka á móti okkur. Ungmennaráð Árborgar leggur til að heimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlands verði endurskoðun. FSU er stærsti framhaldsskólinn á svæðinu og margir sem sækja hann af öllu Suðurlandinu. Það er synd að það séu einungis 15 herbyggi fyrir 20 nemendum af þeim nemendum utan. Árborgar eru þetta 4,4%. Heimavistin er gríðarlega mikilvæg fyrir ungmenni á Suðurlandi og þó sérstaklega fyrir þá sem koma lengra að. Einnig er hún nauðsynleg fyrir þau sem eru skráðir í akademíu FSU og þeim sem vilja stunda aðrar tómstundir. Samgöngur eru oft í samræði við skólatíman en ekki aðrar tómstundir og þurfa því nemendur að fórna tómstundum fyrir heimferðir. Það er óboðlegt að geta ekki sótt skólann eða aðrar tómstundir vegna húsnæðisskorts. Ungmennaráðið skorar á Árborg við að hefja viðræður við FSU og nágranna sveitarfélag stækkun á heimavistinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Atli Dagur, og það er áfram sama upp á teningnum hér með mál nr. 2 að við tökum það í lokin þegar að ungmennaráð hefur lokið að fara yfir sín mál. Þá er það 3. mál á dagskrá tillaga Ungsá menningarsalur Suðurlands og það er Guðrún Birna Kjartansdóttir sem ætlar að kynna það. Já, góðan daginn. Ég heiti Guðrún Birna og ég er með tillöguna menningarsalur Suðurlands. Ungmennaráð Árborgar leggur til að sveitarfélagið hefji uppbyggingu á menningarsal Suðurlands sem fyrst og virki starfshóp salarins á ný. Ungmennaráðið telur að vera nauðsynlegt í menningarlegu tilliti að sveitarfélagið og Suðurland allt sameinist uppbyggingu á menningarsalnum fyrir Sunnlendinga. Salurinn hefur verið fokaldur og nánast ónotaður í áratugi. Hann hefði getað boðið sér fram til forseta þessu ári, svo langt er liðið frá byggingu hans. Við teljum því að komið sér tími til þess að klára hann, svo hægt sé að gera klassískri tónlist, leiklist og stærri viðburðum skil. Mikil not væri fyrir salinn til að bæta samfélagið okkar á marga vegu. Það komast 380 manns í sæti, í salnum er stórt svið og kjallari undir því öllu. Okkur í ungmennaráðinu finnst synd að hafa ekki menningarsal fyrir okkur íbúa Árborgar og Sunnlendinga. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðrún Birna. Þá er komið að máli nr. 4. Það er tillaga Ungsá skautasvell og því ætlar að fylgja úr hlaði Elín Björt Heiða Sigurðardóttir. Hún er ekki komin, Elín Björt, og þá er hver í staðinn? Ari Elíasson. Gjörðu svo vel. Takk. Já, góðan daginn. Ég heiti Ari og við ætlum að, við hérna í Ungsá viljum sko fá skautasall. Ungmennaráð Árborgar leggur til að komið verði upp tímabundnu skautasalli á Selfoss fyrir hátíðartímann. Ungmennaráðið telur að veri skemmtilegt að fá tímabundið skautasvell á Selfoss þar sem margir bæir bjóða upp á slíkt að vetri til. Skautasvellið myndi nýtast vel og það myndi veita börnum, úlingum og fullorðnum tækifæri til skemmtunar ásamt samverustundar fyrir fjölskylduna. Skautasvell á veturna myndi einnig auka hátíðastemminguna í bænum og skapa einstakan jólaanda. Það geti hjálpað fólki að komast í jólaskap og myndi bæta við gleðina á þessum tíma árs. Hægt verður að kanna möguleika á samstarfi við fyrirtæki varðandi uppsetningu og rekstur skautasvellsins. Takk. Takk fyrir þetta, Ari. Þá erum við að fara í 5. mál á dagskrá fundarins og það er tillaga Ungsá og hún hljóðar svona: ný staðsetning fyrir jólaljós. Og það er María Friðmey Jónsdóttir sem ætlar að fylgja því úr hlaði. Kvöld. Löng hefð hefur verið því að kveikja á jólaljósum bæjarins við bókasafn Árborgar. Uppbygging á nýjum miðbæ hefur gert það að verkum að athöfnin á sér stað þar.
Ungmennaráð leggur til að staðsetning á þessari athöfn verði færð á stærra svæði í náni framtíð. Hægt væri að skoða staðsetningu eins og fyrir framan Selfosskirkju. Það er svæði sem ræður vel við mikinn fjölda fólks og er aðstæða fyrir veitingarnar sem hafa verið veittar á sama tíma. Þegar kveikt var á jólaljósum á síðasta ári var mikil mannfjöldi og fólk naut sín ekki í miklum tróningi og var erfitt að sjá þegar kveikt var á jólatrénu. Útisvæði Selfosskirkju er stórt og hefur ungmennaráðið trú á því að fólki og ljósin myndi njóta sín betur þar. Einnig er greitt aðgengi að eldhúsi fyrir þau sem hafa verið að gefa heitt kakó. Þessi athöfn hefur verið frábær viðburður sem að hvetja til samveru fjölskyldunar, því telur ungmennaráðið mikilvægt að sveitarfélagið sé að hvetja til samverustundar með því að hafa viðburðinn aðlaðandi með góðu aðgengi. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, María Friðmey. Og þá er komið að 7. málinu á dagskrá þessa 47. fundar og ég ítreka aftur að við tökum tillögurnar til umræðu í lokin. Þá getum við skipst hér á skoðunum, bæði þið í ungmennaráðinu og eins við bæjarfulltrúar. En það er 7. liðurinn á dagskrá, tillaga Ungsá skólalóð Vallaskóla og það er Mílena Markovska sem ætlar að fylgja því úr hlaði. Gjörðu svo vel. Ungmennaráð Árborgar leggur til að það verið uppbyggingu á leiksvæði skólalóðar Vallaskóla. Þegar bætt var við kennslustofu Vallaskóla minnkaði í kjölfarið bæði leiksvæði sem úrval leiktækja. Ungmennaráð telur mikilvægt að leiksvæði skólans sé fjölbreytt, skemmtilegt og hvetji til útiveru. Gott leiksvæði í hverfinu hvetji til útiveru bæði á skólatíma og eftir skóla. Útiveru barna er mjög mikilvægt að hafa rannsóknar sýnt að útiveru hefur jákvætt áhrif á einbeitingu, nám, félagsleg samskipti barna og að börn sem eru mikið úti verða sjaldnara veik. Einnig vill ungmennaráð taka fram að ef ný sundlaug á að fara inn á malbyggt leiksvæði við hlið Valhallar þá þarf allra helst að fara uppbyggingu á skólalóðinni. Takk fyrir þetta, Mílena. Nú, já, Ari Elíasson sem var hérna áður með skautasvelli, hann er Ari Hrafn Elíasson og svo er nú eins og einhverju fleiri mættir hérna sem við kannski getum og eftir. En þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins, það er tillaga Ungsá fræðsla í grunnskólum og það er Bryndís Embla Einarsdóttir sem ætlar að fylgja því úr hlaði. Góðan daginn, ég heiti Bryndís og ég ætla að vera með málið fræðsla í grunnskólum. Ungmennaráð Árborgar leggur til að auka hinsegin fræðslu í grunnskólum. Jafnrétti, mannréttindi og heilsa eru 3 af 6 grunnþáttum menntunar. Samkvæmt aðalnámskrá eiga grunnþættir menntunar að vera að leiðarljósi í gegnum allt nám á grunn- og framhaldsskólastigi. Hinsegin fræðsla styður við þessa 3 grunnþætti og þar með þær kröfur að aðalnámskrá gerir til skólana. Hinsegin fræðsla fjallar fjölbreytileikann, hugtaksskýringu, virðingu og mikilvægi þess að vinna gegn fordómum. Hún stuðlar að betri líðan hinsegin nemenda og bætir jafnframt samskipti og virðingu milli aðra nemenda í skólanum. Með því að auka hinsegin fræðslu í grunnskólum sköpum við heilbrigðari, fjölbreyttari og umburðarlyndari samfélag. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Bryndís Embla. Nú þá hafa fulltrúar frá ungmennaráði flutt hér nokkrar góðar tillögur til okkar í bæjarstjórnina til þess að við getum skipst hér á skoðunum innihald þeirra og við ætlum þá að taka til umræðu þær tillögur sem hér hafa verið bornar fram og ég gef orðið laust ef að bæjarfulltrúar vilja Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti og ágætu ungliðar.
ég stökk nú bara á tækifæri til þess að fá að tjá mig þessa frábæru tillögur og vil bara þakka sérstaklega vel fyrir skilmerkilegar, vel undirbúnar og flottar framsögur hjá okkur, þannig að þetta afskaplega vel á þessu staði hjá okkur og efast ég ekki að þið eftir að láta eitthvað kveða hér á komandi árum og það er nefnilega þannig að eftir því sem að umræður eru teknar á víðari grundvelli því betri verður niðurstaðan og að fá eitthvað sjónarmið auðvitað hinga til okkar inn í bæjarstjórnun er afskaplega vel þegið og auðvitað í ljósi þeirrar umræðu sem er yfirleitt alltaf tengist því að hinn unga kynslóðin sem svona á hinsegin að þá færir þetta manni alltaf mikla trú á unga fólkið og þá framtíð sem að fyrir okkur öllum að þið þurfið að sjá okkur þegar við erum orðin gömul, þannig að það er afskaplega gott að vita að við verum öll í góðum höndum. En ég ætla að taka aðeins fyrir svona nokkrar atriði sem að komið var inn á og byrja kannski á safnskólanum. Að mér finnst þetta einkar áhugaverð tillaga og ég held að hún hafi komið upp í fyrra allavega svipa leyti, ég man ekki hvort það hafi verið fyrir tilstöðlan Ungsá. En þetta auðvitað jafnar svolítið hlut allra sem að eru í þeim skólum sem í sveitafélaginu eru. Það eru auðvitað skólanir á Strönd og svo eru aðri skólar hér á Selfossi og það er kannski ekkert ofsalega mikið samneyti á milli skóla og mér finnst hugmyndin alveg þess verð að taka hana sérstaklega til umræðu og kanna hvort að það sé grundvöllur fyrir þessu í raunverulega öllum byggðarlögum eða þéttbýliskjörnum bæjarins eða sveitafélagsins fyrirgefiði og ég held að legg það til bara við bæjarstjórn og þá sem að skólastarfinu standa að taka þessa umræðu svolítið opið og passa sig á því að þetta fara ekki í ykkur á skotgrafir. Ég kem nú neðan á Strönd og einn aðili allavega í Ungsá og það er bara hið besta mál held ég að taka umræðuna með það að leiðarljósi að reyna að jafna svo lítið hlut allra nemenda og reyna að styrkja tengslin á meðal barna sem eru í grunnskólum bæjarins. Heimavistin var svo annað mál sem er virkilega gott að fá inn á borð til okkar og það eiginlega hvetur okkur sérstaklega til þess að snúa saman bökum og þá í rauninu öllum sveitarstjórnum á Suðurlandi og við höfum auðvitað gert það hingað til og við í rauninni bókuðum alveg sérstaklega til ríkisins að inn í öllum sveitarstjórnum þar sem vorum samhuga allar sveitarstjórnir og bæjarstjórnir á Suðurlandi að verja þessa heimavist og núna er bara komið sá tími að ég tel að við þurfum að bætum betur og stækka hana og festa hana raunverulega í sessi. Þannig að þessi umræðupunktur sem að kemur frá ykkur að hann er bara rosalega vel þeginn, hann var vel framsettur og vel rökstuddur og ég er afskaplega ánægður að sjá þetta koma frá ykkur og tek heilshugar undir. Svo kemur að menningarsal Suðurlands. Það er auðvitað ein lengsta saga menningar á Suðurlandi má segja og hún er eiginlega grátleg sko. Það er eiginlega bara þannig. Ég bara man eftir þessu sal þegar ég var jafngamall og þið og hann var í nákvæmlega sama ástandi og hann er núna því til. Þannig að við auðvitað erum alltaf að reyna að finna leið til þess að koma menningunni fyrir á eitt stað og ég hef nú skrifað þetta meðal annars grein og ég veit að Kjartan er mér samhuga algjörlega í því að það vanti stórkostlega vettvang og það er verið að reyna að finna leið til þess að ljúka þessari harmsögu með jákvæðum endi og eins og ég segi, það er bara sömuleiðis afskaplega vel þegið að þetta skuli koma frá ykkur. Skautasvellið, ég skautaði nú bara alltaf á götum Þorlákshafnar þegar ég var alast upp sko. Það var ekki slétt, það var svona svellbunkar. Þannig að ég hefði glaður vilja geta komist á skautasvell og ég var nú alltaf að hlaupa út í hraun til þess að komast á almennilegt skautasvell
En það var í afskaplega skemmtilegt að sjá lífið farast í hérna miðbæinn ef við fengjum þetta einhvers staðar svona nálægt miðbænum allavega. Og jólaljósin, það er auðvitað skemmtilegu vettvangur til þess að hérna koma saman og hérna alla fyrir eldri sem yngri að koma saman og hérna fagna því að jólin sé að koma og hérna og gera þetta svona stóri stund á meðal okkar íbúa sveitarfélagsins. Nú ég var ásamt Sveini Ægi í hérna nefnd það að reyna að hérna bæta aðstöðu fyrir sundlaugina og það auðvitað svo sem ekkert fagnaðarefni að það verið að ganga á svæði mögulega sem að leiksvæði núna en ég held að ef við förum í það að byggja þessa sundlaugu upp hratt þá þurfum við auðvitað að horfa heildstætt á allt svæðið sem er undir og í kringu skólana og ég veit að það alveg heill hugur allra í bæjarstjórn, ekki það að ég ætla að leggja þeim orð í mun og ég vona að þau taki þetta mál fyrir og eftir og tali en vissulega þarf að endurskoða allt svæðið og reyna að gera það sem vistvænast og fallegast og aðgengilegast og með sem bestri afþreyingu. Og svo auðvitað hinsegin fræðslan sem auðvitað hinn besta forvörn gegn fordómum. Það að við fræðum svolítið náungan, kenndir og markmið og hérna og lífsýn og það sagt að besta leiðin til þess að hérna vinna gegn fordómum að ferðast og sjá annan kúltúr í öðrum löndum, hvernig fólk nálgast það og það einmitt það sem við þurfum að gera. Ef við höfum ekki tækað því að ferðast þá þurfum við allavega að fræðast. Þannig að það bara sjálfsagt mál að taka þetta sérstaklega til skoðunar og fagna ég því mjög að sjá þetta. Þannig að ég bara fagna öllum þessum tillögum sem að koma hér fram og þakka ykkur kærlega fyrir vel framsett efni og ekki síður að gaman að sjá okkur koma upp í ræðupúltið og tjá ykkur. Það eitthvað sem ég hefði sennilega ekki getað á ykkar aldrei, þannig að bara takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta. Arnar, þá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista og skal eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir tilheyrendur. Gaman að hafa ykkur með okkur hérna í salnum, fulltrúa ungmennaráðs og tek undir orð Arnars, vel framsetta tillögur eins og alltaf. Og það er alltaf gaman að rifja það upp svona öðru að það margar af þessum tillögum sem hafa komið frá ungmennaráði gegnum tíðina hafa orðið að veruleika. Þannig að þetta skiptir máli og þetta skapar líka umræðuna. Það mjög gott því að þó að hugmyndin sé kannski á einhverjum tímapunkti galinn, getum við sagt að þannig að þá leiður hún okkur oft áfram að einhverju góðri niðurstöðu. Og við verðum að horfa með opnum augum til framtíðar því að það sem okkur finnst eðlilegt í dag getur verið svo algjörlega úr takti eftir einhver ár og menningin breytist og annað, þannig að það mjög mikilvægt að horfa fram í tíma. Bara svona rétt til að stikla á og kannski einhverjar spurningar upp á bara eigum þetta gott samtala áfram. Safnskóla hugmyndin kom mitt í fyrra líka og áttum bara gott samtal það en það var kannski ekki gerður neitt starfshópur eða vinnuhópur það verkefni en ég held að sé mjög spennandi hugmynd til að horfa til framtíðar og kannski mikilvægt einmitt að láta vinna það eins betur, bæði út frá faglega grunninum og kostnaðarlega grunninum, af því að það eru svona verkefni til þar sem hægt að sækja sér reynslu og hvað hefur gengið vel og hvað illa. Hentar þetta okkar formi í þessu sveitafélagi, bara auðvitað verðum að geta tekið umræðuna, mjög mikilvægt. Og ég efast ekki ef þetta verið tekið áfram inn í fræðslu og frístundarnefnd og þar tekin umræðum svona hvort það sé skynsamlegt að vinna þetta áfram. Heimavist FSU, við erum öll sammála að það þarf að vinna það áfram og ætla ekki að endurtaka orð Arnars með það sem fór fram á SAST-þinginu þar sem öll sveitafélög tóku undir það ályktun og við þurfum að vinna þessu áfram og styðja við bakið á FSU. Menningarsalurinn hefur verið í mikill umræðu og maður hefur bæði komið að þeirri vinnu og annað og auðvitað leiðilegt að hann standi ennþá í sömu sporum en við þurfum að vinna það áfram og leiða til lykta og að það gangi þá á þessum staði er ykkur annar staði betri. Við þurfum að einmitt þarna líka að horfa með opnum huga til framtíðar, hvað er raunverulega best og getur skila mestu fyrir samfélagið. Skautasvell, geggjuð hugmynd. Við höfum prófað þetta áður á náttúrulegum stöðum hjá okkur, bæði við skateparki við Sunnuleikaskóla
og hérna í skálinni inn í Sigtúnsgarðinum. Því miður hefur malbyggi verið hriplekt þannig að það hefur ekki alveg gengið upp en brunavarnir hafa verið mjög opnir með okkur að koma og dæla vatni og prófa þetta. Þetta hefur nú ekki verið gert kannski í nokkur ár en það er alveg mjög góð áhugaverð að sjá hvort það væri kannski ykkur fyrirtækjandi bæði tilbúin að vinna þetta með okkur því að það hefur verið sýnt bæði í Hafnarfirði núna og niður á Ingólfstorgi að það er hægt að gera þetta bara með mannlegum hætti en auðvitað kostar það og það væri frábært ef rekstrararnir í bænum myndu líka vilja koma að því og skapa þar að leiðandi svona skemmtilega afþreyingu yfir þessa svona köldustu mánuði og dimmustu. En svo hefur líka verið nefnt þessi náttúrulega tjörn sem við eigum í gesthúsum, hvort það væri hægt að vinna aðeins með hana og bæta á yfir veturinn og því það er líka mjög skemmtileg svæði til að fara á inn á gesthússvæðið okkar. Þannig að ég held að þessi hugmynd sem ætlilega hægt að vinna áfram og þarf ekki að kosta mikið heldur, við getum alltaf fundið einhverja góða lausnir. Jólaljósin, einmitt, þau verið við bókasafni lengi og núna erum við búin að vera á Brúartorgi og þetta er akkurat eitthvað sem er hreyfalegt og þarf að aðlagast menningun okkar og hvað sé best. Þannig að ég segi gott að taka umræðunum. En og lóðin við Vallaskóla, það stendur til náttúrulega að fara í heildarskipulag, það var búið að vinna ykkur drög hérna fyrir nokkrum árum en það þarf að klára það og gaman að heyra líka þá frá ykkur meira, hafið þið ykkur hugmyndir til að leggja inn í það núna, hafið hugsað eitthvað meira, hvernig var umræðan hjá ykkur með þetta og við þurfum að halda áfram að efla fræðsluna inn í skólanum, hvort sem það er hinsegin eða önnur til þess að styðja við fjölbreytileikann hjá okkur og eigum að vera opin með það. Og kannski gleymdi spurningu sem kemur kannski varðandi SAP-skólan, hvort að þið hefur ræktað eitthvað nánar í ykkar hópi, svona þú veist, útfærslu eða voruð bara með eitthvað staðsetningu sem ykkur fannst ákjósanleg fyrir þetta, breyta ykkur núverandi skóli eða þetta byggja nýja, bara svona hvort að þið hefur ræktað eitthvað nánar. En öðru leyti bara, þú veist, takk, höldum áfram spjallinu en svona nokkri punktar öll málin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi, og ég vil endilega hvetja ykkur síðan og eftir. Það er kannski allt í lagi að bæjarfulltrúar komi svona fyrst með sína áherslur og ef þeir síðan með hugmyndir eða eitthvað slíkt og vilja bæta við þá bara biðið þið orðið og eftir. En Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-listar biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og ágæta ungmennaráð. Ég ætla að taka undir hérna með þeim sem hafa komið á undan og þakka ykkur kærlega fyrir tillögurnar og ykkar góðu vinnu, þannig undirbúning fyrir fundin og undirbúning fyrir og vinnuna á bak við tillögurnar. Það skipta miklu máli og eru svona mjög góð brýning fyrir okkur og áminning það sem að skipti máli fyrir ykkur í sveitarfélaginu og fyrir okkur sem að erum að vinna í þessum málum dagsdaglega. Ég var einmitt í gær, ég var á kosningafundi í Menntaskólanum á Laugarvatni í gær, mjög skemmtilegum kosningafundi þar sem að nemendur í skólanum komu og spurðu frambjóðendur allt sem þeim langaði að vita málefni eða stefnu stjórnmálaflokkana. Og þar hitti ég einmitt 3 fyrrverandi fulltrúa í ungmennaráði Árborgar og gaman að sjá, eða mér fannst að þau sýna mjög vel að svona þáttakan þeirra í ungmennaráði hafði skipt máli og svona gert mikið fyrir þau varðandi svona þessa lýðræðislu þáttöku, lýðræðislu hugsun og ég var bara mjög stolt af því að hafa sagt, að þau skildu hafa tilheyrt okkur og þau höfðu setið í nefndum og annað slíkt þannig að vel gert bara hjá ykkur að öllu leyti. En svona varðandi tillögurnar þá verður þau með þetta vísað áfram. Það verður væntanlega, forseti mun væntanlega á eftir vísa tillögunum áfram í viðeigandi nefndir þegar við vorum búin að ræða þær hér. En mér langar kannski að segja varðandi fyrstu tillöguna með SAP-skólan, þá er þetta bara, þetta er mjög áhugavert að skoða þetta vel og það hefur auðvitað ekki verið, það var náttúrulega einu sinni SAP-skóli á Selfossi, ég er nú búin að gleyma hvaða ár það breyttist, en það voru síðustu öld, já, ég var einmitt í svona SAP-skólanum, en
en það er orðið dálítið langt síðan. En ég hefði bara haft dálítið áhuga fyrir því hvort það liggi fyrir einhverja rannsóknir, eins og hvort að einhverjir á menntavísindasviði hafi til dæmis borið saman svona grunnskóla sem er frá 6 eða þá fyrsta upp í 10. bekk og svo hins vegar það að vera með safnskóla fyrir unglingastig, að því auðvitað það er alltaf kostur og gallar við alla hluti. Það eru líka kostir við það að vera með heilstæðan grunnskóla eins og að kalla. En mér finnst bara mjög áhugavert að þetta yrði kortlagt og skoðað og borið saman og auðvitað bara með kostnað í huga og svo hvað værum við að fá í staðinn, að því auðvitað eins og þið benda á, þá er alls konar, það er að bjóða upp á meira val, það er að því val til dæmis er svona flókið að vera með eftir því sem að skólarnir eru minni og færri nemendur. Þannig að það er bara margt áhugavert og ég held að það væri bara kjörið að skoða þetta betur og kortleggja betur. Og ég þarf nú ekki að orðlengja með heimavistina, við erum bara öll sammálum að þetta mál er bara í algjörum ólestri og það er eiginlega skömm að þessu. Og það bara verður að laga þetta. Það er engin afsökun hjá ríkinu að laga þetta ekki. Þetta er bara hörmungar ástand. Menningarsalurinn, nú var ég komið inn á það, við þurfum að skoða það og það þarf að endurskoða, er þetta rétt að vera með menningarsal þarna í hótelinu eða á hann að vera eitthvað staðar annar staðar? Er það ennþá, er það bara í takt við nútíma kröfur? Hann var byggður, eða var byrjað á honum 70 og eitthvað og er hann ennþá viðeigandi árið 2024. Skautasvell, það er bara frábær hugmynd og eitthvað sem að við eigum að skoða. Það hefur auðvitað verið reynt öðru hvoru og gert stundum en það er náttúrulega fyrir eftir veður og vindum svolítið að hvort að það sé aðstæður. Nú er náttúrulega allt og hlýtt og við vitum ekki hvað það verður lengi áfram, þannig að og með jólaljósin mér finnst bara gott að ræða þetta. Það er sjálfsagt að og það var alveg þannig fyrr og sérstaklega þegar stóri dagurinn er þegar jólasveinarnir komu, þá voru margir sem kvörtuðu yfir allt og miklum þrengslum og fólk var óttaðist eiginlega öryggi sitt. Ég heyrði það á fólki. Það voru svo mikið þrengsli að sumir voru bara hræddir að það kemur eitthvað upp á þau þurft að komast á svæðinu. Þannig að það þarf að skoða þetta. Gott að þið minnið okkur á skólanum í Vallaskóla, það þarf að laga hana og gera hana miklu fjölbreyttari heldur nú hún er og síðan aukin hinsveginfræðsla, við þurfum ekki að ræða það er hollt fyrir okkur öll, alveg sama á hvað aldrei við erum og skiptir máli að byrja snemma og þannig að við lifum í samfélagi fyrir alla og samfélagi margbreytileikans og við þurfum ekki að ræða það að við þurfum að halda góðri fræðslu á lofti þar. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir tilheyrendur. Ég vil bara byrja á því að þakka ungmennaráðinu fyrir mjög góðar tillögur og það er alveg ljóst að þið hafi lagt mikla vinnu í þetta, en það er mjög flott. Og mikilvægt fyrir okkur að heyra hvað það er sem að brennur á ykkur. Ég get nú tekið undir allt sem að aðrir hafa sagt sem að komið upp, en ég ætla ekki að telja allt saman upp. En, tillagan með skautasvelli sem er nefnilega ótrúlega góð. Og maður hugsa alveg okkur, hvernig getum við látið þetta verða veruleika og bara held ég mikilvægt að skoða hvort það er einhver fyrirtæki á svæðinu sem myndi vilja koma að þessu og sá bara fyrir mér, maður hugsa skautasvelli í Hafnarfirðinum, þú veist, það liggur þetta að selja auglýsingar utan á svellið eða eitthvað til að láta þetta gerast, hvort sem það verður núna eða eitthvað tíma seinna. Það séu margir möguleikar þar. Miðbæjar skautasvelli, það er ekki eitthvað. Svo bara eitt annars ég ætla að nefna, það er hinsegin fræðsla í grunnskólanum, bara gott fyrir okkur að fá þessa brýningu og ég veit að þar getum við gert betur og jafnvel líka ekki bara fræðsla fyrir grunnskóla börnin, heldur einnig líka bara þá sem vinna með börnum og ungmennum. Ég held að við þurfum líka aðeins að spýta í þar og það er eitthvað sem við bara
munum taka til okkar og skoða nánar. Annars langar mér bara að þakka ykkur fyrir, þið eru geggja flott. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Og þá hefur beðið orðið fyrrverandi ungmennaráðsmaður Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi Gilsdal. Já, forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Takk fyrir ykkar störf, kæra ungmennaráð. Við vitum að þetta ekki sjálfgefið og þetta mikil vinna sem fer í þetta og ofta á tíðum þetta fá ekki mikla þakkir fyrir kannski vinnuna sem þið þarna stundið og hún oft, við vitum líka sem sinnum í félagsstörfum og erum í bæjarstjórn, þetta oft mikil undirbúningsvinna og ósýnileg vinna sem fólk svona út af því tekur ekki eftir. Þetta bara mjög vel vandaðar tillögur og hafa verið viðlunar. Ég ætla að fjalla bara nokkrar, þótt ég fjalla ekki með allar, þá ég eiginlega sammála öllu því sem hefur komið fram. Mér langar að segja varðandi í SAP-skólann, þá þetta mjög áhverju pæling og ég held að þetta sé líka það sem við erum náttúrulega að klára byggingu stekkjarskóla, þá erum samt að fara að hefja undirbúningsvinnu á 4. skólanum hér á Selfossi og 5. skólanum í sveitarfélaginu, að þetta kannski alveg hugmynd sem við þurfum að vísa kannski inn í þá hópa, þú veist, ef við erum að fara að byggja upp annan skóla og horfa til þessara ef þetta stefnumótun að breyta sem við viljum gera, en auðvitað eins og bæjarfulltrúi Arna Ýr kom inn á, þú veist, þá hafa allar tillögur sína kosti og galla og þarf að skoða þetta mjög vel. Varðandi heimavist fjölbrautaskólans, þá hef ég starfað í hóp á vegum sveitarfélaga á Suðurlandi ásamt sveitarstjórum hérna í nokkrum sveitarfélögum frá Vík og Rangárþingi ytra og Hveragerðisbæ bæjarfulltrúar þar sem við fórum meðal á fund með ráðuneytinu og mig minnir að það hefði verið fulltrúi úr ungmennaráði Suðurlands í því ráði. Við fórum fyrir 1 eða 2 árum og hittum það ráðherra og það náttúrulega, ég sjálfur var í skólanum þegar var heimavist sem hætti svo og maður fann sterklega fyrir hversu mikil áhrif þetta hafði á ungmenni sem hafa ekki möguleikan á að sækja störf og það alveg rétt, þú veist, krakkar eða ungmenni þurfa að ákveða ætlaðu heim til sín eða ætlaðu að sinna félagsstarfinu sem í skólanum eftir skólan. Og ég fór líka sem fulltrúi nemendaráðs að kynna fjölbrautaskólann í öðrum sveitarfélögum. Manni fórum á Hellu og Hvolsvöll og þar var bara spurt, þú veist, en hvar eigum við að vera? Við höfum ekki aðstöðu til að vera neins þar ef við viljum starfa og þau höfðu ekki val og eftir því lengra sem fórum austur þá höfðu ungmennin ekki val til að sækja FSU sem náttúrulega mjög mikil synd. En sveitarfélag Árborg mun ekki standa í vegi fyrir heimavist við FSU og munum gera allt í okkar valdi en þetta situr svolítið á ríkinu og við eigum nú orðna 2 fulltrúa í skólanefnd FSU, ég og Ellý erum komin í stjórn skólans og munum vinna þar áfram ásamt fulltrúum sveitarfélagana og þeirra fulltrúa sem sita þar að pressa áfram á ríkisvaldið og við erum komin nýjan skólameistara sem mér heyrist vera með opinn hug varðandi heimavist en þetta náttúrulega, hér var ekki starfandi heimavist, við erum komið úrræði núna sem í gangi, þótt að sé ekki fullkomið þá það samt að gera eitthvað gagn. En á móti kemur þá þetta ekki laust til framtíðar og samningurinn við þennan rekstraraðila að renna út á næsta ári. Að við getum ekki verið að hugsa alltaf 1 ár fram í tíman, við verðum að fá varanlaust og það núna bara að pressa allra pólitíkerinn á Suðurlandi að pressa á að hér komi. Það var mikill samtakamáttur við uppbyggingu á íþróttahúsi á sínum tíma við skólan og nýju verknámshúsi og nú verðum við bara að leggja í púkinn og klára þetta mál. Varðandi skólalóðina á Vallaskóla, þá komum við náttúrulega inn á fundi á ykkur og vorum að fjalla með þessar sundlaugapælingar og það rétt að það þarf að stækka sundlaugina og við munum fara inn á leiksvæði við Vallaskóla og það eru allir saman það að það verður að fara að gera eitthvað í lóðinni en fyrsta sem við verðum að gera það verður að drena lóðina af því lóðin er það samþjöppuð að jarðvegi að vatn sem þegar kemur rigning það næri ekki að komast í burtu. Það fyrsta sem við þurfum að gera og við þurfum alltaf að hanna hugsa lóðina líka heildstætt, bæði hugsa hana heildstætt með þessum útistofum sem eru núna í dag og líka þegar útistofarnir fara. Það líka fullt að tækifærum austar á lóðinni þar sem Eikatún og Körfuboltavöllurinn en þetta líka bara svo mikið að þetta miðsvæðis, þetta við sundlaugina, þarna sækja næstu allir ferðamenn og allir sem koma í sveitarfélag að. Þetta skólinn þar sem allir koma öll íþróttamótur haldin og að gista allir þarna. Ef einhvers staðar ætti að vera, þú veist, almennileg lóð fyrir leiktæki og þannig, þá náttúrulega við alla skólana, en sérstaklega við þennan skóla, því þarna þessi skóli svo ógeðslega mikið notaður allt árið kring og já. Já, varðandi skautasveitið, bara geggjuð til það og náttúrulega bundið veðurfari og
Það er samt líka komnar alls konar svona lausnir, við skoðum alveg á sínum tíma manni, ég og annar starfsmann sveitarfélagsins að leigja svona flísar sem eru lagðar á og þá er hægt að setja svo bara smá vatni og hægt að skauta á því að það myndi loka og þá kom okkur til tals að fá einhverjir fyrirtæki með sér í það og þarna var alveg skoðað á sínum tíma en gekk svo ekki og hefur sofnað og þetta er bara eitthvað sem þurfum að skoða en svo náttúrulega líka þetta að fara náttúrulegu leiðarnar og það er náttúrulega á Stokkseyri eru tjarnir og margt svona sem hægt er að skauta og fólk hefur verið að gera en það er náttúrulega allt bundið við veðurfari og þótt að séu rauðjól þá er þetta endurvekja kannski jólaandann. Mér langar annars bara hvet ykkur áfram við að koma rödd ungs fólks á framfæri að skrifa greinar eins og þessa tillögur þóttu myndu velja bara 1 eða 2 af þessum tillögum og skrifa grein í dagskrána bara til að koma ykkar málfæri lengra af því að voða takmarka það eru alveg einhverjir sem horfa á hana fund en það er ekki allir að ná til fleiri hausa og að skrifa greinar ykkar mál. Mér langar líka að hvetja ykkur til að óska eftir að halda viðburði fyrir ungt fólk, viðburði fyrir fjölskyldufólk. Ungmenni hafa komið til á sínum tíma að hafa opnað fjölskyldutíma allir sem sveitarfélögin sem hafa verið. Mér langar líka að benda á að þið þurfa ekki bara að halda viðburði fyrir ungt fólk, þið geta alltaf viðburði fyrir fjölskyldur, eldri borgar þess vegna. Ég veit að ungmennaráð, ég man ekki hvort það var Garðabæri að Seltjarnarnesi eða eitthvað stað þar, þeir halda til dæmis árlega harmonikuball fyrir eldri borgara. Að þú veist, það eru allir vegið færi, það er bara verið með viljan, verið með frjótt ímyndunarafl og kýla á hlutina og maður færi ekki neitt nema að biðja hlutina. Að líka við sem hér erum að starfa fyrir ykkur, alveg eins og þeir eru að starfa fyrir öll ungmennasveitarfélögin, að vera óhræddir við að kalla á okkur og fá okkur líka á fundi út af við erum stundum að fást við ykkur mál sem náttúrulega tengjast ykkur líka beint og viljum leggja fyrir ykkur, en líka þið komið hugmyndir til okkur og eigum bara samtal hvað við getum gert betur og sókt meira fram fyrir alla íbúa í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir Sveinn Ægir, þá hefur Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista og skal þetta að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og ungmennaráð og aðrir tilheyrendur. Mér langar bara að koma hérna upp og þakka ykkur fyrir þessar flottu tillögur og bara þá vinnu sem þeir eru búin að leggja í þetta. Svo eins og kannski ég get tekið undir það sem hefur komið hérna fram og trúlega er nú eitthvað af þessum tillögum sem kemur til með að koma inn í þá nefnd sem að ég sit í, sem er fræðslu- og frístundanefnd og varðandi tillöguna með safnskólana þá finnst mér þetta mjög áhugavert og ég get alveg tekið undir það að mikilvægt að hafa ykkur ef að verður settur á laggirnar starfshópur að hafa ykkur með. Þetta er ekkert okkar án okkar og hérna mér finnst það alveg hægt að taka undir það. Og þessa áskorun varðandi heimavistina, það er bara góð brýning fyrir okkur hérna í sveitarfélaginu og gaman að heyra það að það séu komnir hérna 2 fulltrúar Árborgar inn í hérna skólanefnd FSU og hérna og með skautasvellið og mér langar alveg að segja ykkur þegar í mínu ungdæmi, þó ekki ég sé gömul, að þá var verið að, þá var malarvöllur þar sem nú er gervigrasvöllurinn og þar var verið að sprauta vatni á og þar gátum við skautað þegar viðraði til þess. En eins og svo sem hefur komið fram að þá eru þetta náttúrulega veðrið sem skiptir máli en eins og segi, þetta er bara mjög flott og góð brýning fyrir okkur sveitarstjórnarfólk. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Brynhildur, þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir tilheyrendur. Ég svo sem bara get tekið undir allt það sem hefur komið hér fram hjá bara öllum bæjarfulltrúum. Ég verð ótrúlega bara bjartsýn á framtíðina þegar ég er búin að hlusta á ykkar framsögu hér og erindin því að við þurfum engu að kvíða eins og kom hér fram, ótrúlega flott hjá okkur og flottar tillögur og nokkrar þeirra eins og komið fram hafa komið kannski inn á borð til okkar áður en það skiptir máli að koma með þetta aftur og ýta á okkur og ég held að við þurfum að hlusta miklu meira á okkur og fá okkur að borðinu
og og mér langar aðeins að koma inn á fyrstu tillöguna með safnskólann, því að þetta hefur náttúrulega verið rætt heilmikið hérna og var rætt töluvert þegar ég starfaði inn í ráðhúsi, hvort að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að skoða, og ég held að við eigum að skoða þetta fullir í alvöru vegna þess að hvernig sveitarfélag okkar er samsett. Því það er samsett úr nokkrum þéttbýliskjörnum og það er leiðandi krakkarnir svo dreifðir. Og að því að þegar ég byrja í FSU, þá er FSU náttúrulega alveg nýr, brand new, sem maður segir, og því að maður er orðinn svo gamall, að þá var það þannig að maður var að kynnast krökkum, til dæmis frá Eyrarbakka eða Stokkseyri, sem voru jafngamlir manni, en maður hafði í rauninni aldrei haft neitt samneyti með, nema kannski á einhverjum böllum. Og það er svolítið sorglegt að spá í því að þarna kannski var maður að eignast vinkonur og auðvitað er maður að eignast vini á öllum skólastigum, má ekki vanmeta það heldur, en þarna erum við að kynnast þessum krökkum fyrst. Og í dag eru auðvitað miklu meira íþróttalíf og alls konar félagsstarf, þannig að þið eru auðvitað að kynnast þessum krökkum aðeins fyrr, en ég held að sé mjög mikilvægt að skoðum þetta af alvöru og hlustum á ykkur. Því að við erum óbúrslega fljótar í þessu upp á afturlappirnar fullorðna fólkið og má ekki breyta og Jesús minn og allt þetta. En það skiptir máli að hlusta á ykkur ef þið eruð ef þið viljið þetta, þá erum við að skoða þetta í alvöru. Vegna þess að það eru þið sem þurfið að mæta í þessa skóla og það eru þið sem þurfið að kynnast nýju krökkunum og ykkur langar að kynnast þeim, og ég er algjörlega sammála ykkur með það að ég held að þetta er miklu sterkari skóli fyrir allt svona starf. Þú veist, það var hægt að bæta í námsgreinar og við þurfum að vera að horfa mikið meira á skapandi greinar og það er kannski erfitt því þær eru oft dýrari að vera að fá skapandi greinar inn í litla skóla. Þannig ég held að allt í sambandi við þetta sé jákvætt og við ættum að taka þetta algjörlega 100% áfram. Heimavistin, mér langar að benda á þessa nýju aðila sem eru hér komnir í stjórn, að sveitarfélagi er nú að auglýsa frábæran reit beint á móti FSU til sölu og ég held að væri stórgott tækifæri fyrir ykkur til að benda ríkinu og aðilum á það að þarna væri príma staðsetning fyrir heimavist og jafnvel eitthvað meira, einhverja byggingu sem gæti komið að skólamálum. Þannig að skautasvellið, já, það er bara 20. hiti í nóvember, það er nú allt ekkert að frétta þá af skautasvelli, en það var í samstarfi við brunavarnir, þá var skatepark, það var sett vatn á hann fyrir allan 2 árum og það var ótrúlega vel heppnað, en við þurfum eitthvað bara að horfa til fleiri staða, þú veist, einhverjum svona náttúrulegra staða. Varandi skólalóðina í Vallaskóla, þá fengum við erindi inn í ráðhús í tengslum við 90 ára afmæli skólans, komi erindi frá nemendum hvernig þau vildu breyta skólalóðinni, og skólalóðin í Vallaskóla er svona falin perla, vegna þess að það er ótrúlega flott alltaf á bakvið og hægt að gera alls konar og það þarf ekki endilega að kosta, og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum sannarlega að taka áfram í samstarfi við ykkur krakkar hvernig við getum gert þetta. Svo er það auðvitað bara fræðslan, ég bara er svo sammála ykkur þarna og því sem hefur komið fram að fræðslan skiptir okkur öllu máli, við þurfum að upplýsa og tala saman og hafa kjark til þess að bara kynna okkur mál frá öllum hliðum, þannig að ég veist þetta allt alveg frábæra tillögur og vel unnar sem eru að koma frá okkur og hvet ykkur til þess að halda áfram. Ég er alveg fullviss að við ættum að sjá ykkur hér við borðin í nánustu framtíð og vona það, og líka svo mikið að stelpum, ég er mjög ánægð með það og hvet ykkur til þess að halda áfram á þessari braut, því að við þurfum á því að heyra, að hlusta og heyra ykkar raddir sem oftast. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindór, og þá er Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið. Þau getur undirbúið ykkur krakkar ef þau viljið koma og tjá ykkur eða koma með fleiri tillögur. Gjör svo vel, Helga Lind. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Takk fyrir tillögurnar ykkar, takk fyrir vinnun ykkar, takk fyrir að sýna málum áhuga og vilja koma með ykkar sjónar horfna framfæri. Og mér finnst þetta frábærar tillögur, sumar bara mjög skemmtilegar og aðrar mjög mikilvægar. Allar mikilvægar, sumar eru svona aðeins meira skemmtanagildi en aðrar. Og mér langar
kannski helst að tala safnskóla hugmyndina af því að við tókum þessa hugmynd líka fyrir í fyrra og ég man eftir því og mér langar bara að taka undir þessa hugmynd. Það rosalega mikilvægt fyrir okkur að þið verði áfram virkur aðili í þessu samtali safnskóla og mér langar að brýna okkur bæjarfulltrúa til þess að taka þessu umræðu upp á alvöru því að þið komum með þessa hugmynd núna í annað skiptið og hún fer inn í nefnd og fer sína farveg en mér langar að brýna okkur sem hér til þess að taka þessu hugmynd upp og ræða hana til fullustu og þar ætla ég líka að benda mikið á þess að þið haldið áfram að vera partur af því samtali. Þið þekkið hagsmuni unga fólksins, þið eruð í menningunni, þið skiljið menninguna, þið eru kosin inn í þessa hópa af fólkinu sem í kringum ykkur. Þannig að mér þykir bara rosalega mikilvægt að þið séu partur af áframhaldandi umræðu og við höldum áfram með þessu umræðu, við látum hann ekki sofna. Þannig að það svona aðalega það sem mig langaði að segja. Mér finnst þetta frábærar tillögur og takk fyrir vinnuna ykkar. Takk fyrir þetta Helga Lind. Þá ætla ég að óska eftir að fá að biðja hana Brynhildi Jónsdóttur, varaforseta bæjarstjórnar, að taka hér við fundarstjórninni að mér. Já, takk fyrir það. Við erum að ræða hér tillögur UNGSÁ. Einhver sem vill taka til máls? Bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráðsfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það er búið að fara svo sem yfir þetta nokkuð vel hér af öðrum bæjarfulltrúum og við segjum nú eins og aðrir sem að hér hafa tekið til máls að ég get verið sammála mjög mörgu sem hér hefur fram komið. Tillögurnar eru flottar hjá okkur og það er líka svolítið gaman að því að því það var nú margir bæjarfulltrúar nefnda líka þessi orðin svolítið fullorðnir þeir eru horfa hérna á ykkur unga fólkið. Og það er ég líka og það var auðvitað eins og sagt var hér áðan með skautasvelli, þetta var reynt hér ýmislegt í gamla daga, bæði út í Móa, þar sem að hún Mílen á heima til dæmis í dag, að þar var leiksvæði okkar krakkana, þar voru tjarnir og við vorum með tunnur og þar var skautasvelli yfir háveturinn. Og síðar meir hér upp á Selfossvelli. Þannig að þetta er auðvitað góð hugmynd og ég segi það líka af því að við erum kannski líka að skoða með uppbyggingu og að klára Sigtúnsgarðinn, skrúðgarð okkar bæjarbúana og íbúa í sveitarfélaginu að hvort að það er einhverju möguleikar að hafa það inn í hönnunina að gera ráð fyrir að þar gæti verið mögulega skautasvell yfir háveturna því þetta er svo einfalt að gera þetta ef að veðrið og annað leyfir. Þá væri það mjög spennandi og það má svo sem segja líka staðsetningun á jólaljósunum og öllu því fjöri sem kemur í aðdraganda jóla að þá finnst mér þessi hugmynd bæði svæðið fyrir fram að kirkjuna, það er auðvitað miklu víðara og opnara en svo kann nú líka vera að þar komi fleiri byggingar í næsta nágrenni sem maður veit ekki heldur en eins og það lítur út í dag þá er þetta mjög opið svæði. Það var svo merkilegt á síðustu jólum að þá var eiginlega torgið í miðbænum eiginlega nánast alveg pakkfullt og eins og ég minnir Arna hafi komið hér inn á bæjarfulltrúi áðan að það var gríðarlega þröngt og svona aðsetið þar en þetta er bara vert að skoða þetta og þessu verður auðvitað að vísa til þeirra nefnda sem að taka þessi málefni fyrir og eftir en síðan er það með skólalóðina við Vallaskóla, við höfum nú verið að ræða það hérna aðeins í hópi bæjarfulltrúa og það hefur verið auðvitað kvartað yfir ýmsu sem þar verið við og það þarf kannski að heildarskipuleggja þetta svæði betur því að það er búið að vera að bæta við alltaf við Vallaskóla og stækka það og byggja við og alls konar þannig að það þarf kannski að horfa á það svona heildstætt. Nú síðan auðvitað er þetta eins og hér hefur komið hjá öðrum bæjarfulltrúum varðandi fræðsluna í grunnskólum, hinsegin fræðsluna og hún á náttúrulega bara erindi við allar kynslóðir sko. Það er eiginlega alveg magnað þegar maður er að tala við eldra fólk og það er að reyna að tilenga sér alls konar hugtök af því það er nefnt hérna sérstaklega hugtakaskýringar.
því það er viðkvæmt fyrir því að segja eitthvað vitlaust. Við lifum í svo breytilegum heimi, það er alltaf verið að breyta og maður vill vanda sig og maður vill ekki móðga neitt eða særa neitt eða neitt slíkt af því maður ber virðingu fyrir öllum manneskjum sama hvernig þær eru í sínu lífi, algjörlega. Þannig að þetta á í raun og veru erindi til allra, þetta er bara mjög gott og við erum sammála og það er auðvitað sama með heimavistina. En varðandi menningarsalinn þá er þetta bara þannig og við höfum svona aðeins kannski rætta óformlega í okkar hópi og síðan rættum við aðeins á þingi Sambands sunnlenskra sveitarfélaga daginn að þá er auðvitað þannig að við lifum í miklum breytingaheimi og það kannski eru bara komna nýjar áherslur eins og hér var getið áðan og kannski er menningarsalurinn okkar eins og hann var hannaður auðvitað í byrjun orðin að hluta til barns síns tíma. Nú ef við gætum fengið bara til dæmis hótelið til þess að kaupa af okkur þennan sal og við myndum bara fara í nýjan sal, við erum með framlag frá ríkinu sem við hefum barist fyrir með kjaft og klóm í fjöldamörg ár og nú við því miður ekki náða að nýta það að við erum ekki byrjuð að byggja menningarsal. Þannig að kannski eru einhver aðilar eða einhver aðilar sem til í að koma að þessu og eins og hér er getið þá eru þetta aðalatrið okkur vantar pláss fyrir menninguna, fyrir klassísku tónlistina, fyrir leiklistina og hérna ýmsu form listarinnar. Þannig að ég er bara ánægður með það því að það hefur verið alveg einkenni á ungmennaráðinu í mjög mörg ár. Ekki bara núna, heldur mörg síðust ára. Það er mikill áhugi hjá ungmennaráðinu fyrir því að við eignumst einhvers konar samastað fyrir menningu í vítt og breitt á okkar svæði. Þannig að vonandi bara náu lendingu í þessu lokum. Það er mín óska hugsun. En bara hafið þið þakkir fyrir að koma og vera með okkur og ég hvet ykkur endilega til að taka hér til máls líka aftur eða við erum með fleiri hugmyndir. Takk fyrir þetta, Kjartan. Kjartan Björnsson tekur þá aftur við forseta. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Brynhildur, varaforseti. Þá er orðið laust ef einhver vill tjá sig og það hefur verið óskað eftir að fá að taka til máls og er það möguleiki að þetta sé Elín Björt Heiða Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Hún er fulltrúi úr ungmennaráði. Ég er að svara spurningum safnskóla. Við teljum að það sé mikilvægt verkefni sem að væri mikilvægt að kanna alla þætti. En við héldum ungmennaþing þar sem að 70 ungmenni sem að búa í Árborg voru sammála því að safnskóli væri virkilega spennandi og mikilvægt verkefni. Vegna þess að safnskóli myndi samrýma nám fyrir öll ungmenni í Árborg og stækka tengslanet. Þar að auki fannst ungmennum Vallaskóla besta staðsetningin fyrir safnskóla, sérstaklega ef ekki er ætlað að byggja nýjan skóla strax. Við erum einnig sammála því að gaman væri að skoða muninn á safnskólum fyrir elsta stig og grunnskólum sem að nemendur í 1. til 10. bekk sækja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elín Björt Heiða. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Þið getur verið alveg ófeimin við að tjá ykkur eða þið hafið einhverju við að bæta. Já, Atli Dagur Guðmundsson hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég beðin að koma hérna upp á púlt og leggja nokkra áherslupunkta heimavistina. Ungmennaráð telur þetta sé mikilvægt fyrir Árborg og Suðurland allt. Við viljum gjarnan fara með þessa hugmynd lengra þar sem að það er nauðsynlegt að bjóða upp á að sé meira en 5% nemenda sem fái húsnæði á heimavistinni. Þess að þetta er skóli fyrir allt Suðurland. Einnig finnst okkur mikilvægt að húsnæði væri skoðað og þá jafnvel að fá starfsmann sem til taks í húsnæðinu, einhvers konar húsvörð eða svoleiðis, eftirlitsmann. Og já,
og við erum algjörlega sammála að kannski þarf að skoða aðra staðsetningu en á hótelinu. Það er svona áherslupunktarnir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Atli Dagur, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, já, Guðrún Birna Kjartansdóttir beðið orðið. Já, við erum algjörlega sammála að kannski þarf að fara að skoða aðra staðsetningu en á hótelinu, en það er klárlega hægt að nýta salinn í eitthvað gott því það er stórt svið, kjallari undir öllu og mjög mikið af sætum sem er bara klárlega gott svæði, hérna, já, en kannski þarf að finna nýja staðsetningu eða eitthvað sem er nútímalegra. Já, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún Birna. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, að þá ætla ég að leggja það til að tillögunni safnskólana verði vísað til fræðslu- og frístundanefndar, að heimavist FSU, þar er lagt til að tillögunni sé vísað til fræðslu- og frístundanefndar. Menningarsalur lagt til að tillögunni verði vísað til menningarnefndar og jólaljósin að þeirri tillögu verði vísað til menningarnefndar. Skautasvelli lagt til að tillögunni verði vísað til bæjarráðs og skólalóð Vallaskóla lagt til að tillögunni sé vísað til eigna- og veitunefndar og hinsegin fræðslan þar er lagt til að tillögunni sé vísað til fræðslu- og frístundanefndar. Og þá fer þetta allt saman í ákveðin farveg og þá er þetta rætt í þessum fagnefndum öll þessi mál sem þið hafi lagt hér til. Og eins og kom hér fram áðan í ræðu nokkurra bæjarfulltrúa þá hafa bara mjög margar tillögur fengið með einum með öðrum hætti farveg áfram og orðið að veruleika. Auðvitað ekki allar en mjög margar. Þannig að orðið eru til alls fyrst og nú vísum við þessu til þessar nefnda sem ég gat hér áðan. Og þá ætla ég að fá að spyrja bæjarfulltrúa, kjörna bæjarfulltrúa, eru þið því samþykk að vísa þessu með þessum hætti í þær nefndir sem ég áður taldi? Þá greiðum við það atkvæði, þeir sem eru því samþykk. Einhver á móti? Nei, það er samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram með fundinn og þá er komið að 8. málinu á dagskrá fundar bæjarstjórnar Árborgar. Það er breyting á reglum sveitarfélagsins Árborgar greiðslu lögmannskostnaðar í barnaverndarmálum. Tillaga frá 12. fundi velferðarnefndar frá 24. október liður 1. Breyting á reglum sveitarfélagsins Árborgar greiðslu lögmannskostnaðar í barnaverndarmálum. Lagt er fyrir nefndina tillaga uppfærslu á reglum sveitarfélagsins greiðslu lögmannskostnaðar í barnaverndarmálum. Gildandi reglur eru frá árinu 2013 og komin tími á uppfærslu. Breytingar eru nauðsynlegar til að tryggja samræmi við nýlega lagabreytingar og til að skýra innra verklag barnaverndarþjónustunnar. Með uppfærslunni er stefnt að bættri þjónustu og skilvirkni í afgreiðslu umsókna fjárstyrk. Velferðarnefnd samþykkir tillögurnar og reglurnar og vísa þeim til bæjarstjórnar til samþykktar og umræðu. Er einhverju sem vilja tjá sig? Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og bæjarfulltrúar. Mér langaði bara svona rétta fyrir þá sem kannski vildi ekki alveg hvað þessar reglur fjalla. Það fjallar það að við greiðum lögmannskostnað í verulega íþyngjandi barnaverndarmálum, það sem er verið að taka jafnvel ákvarðanir sem samrýmast ekki ákvarðanum með að vilja foreldra
og það þarf að fara með mál fyrir einhvers konar stjórnvald. Þannig að þetta er í raun og veru að tryggja það að þeir foreldrar sem eru í barnaverndarmálum geti haft aðstoð lögmanns í verulega íþyngjandi málum og í samskipti við stjórnvöld. Þannig að fyrir reglur voru ekki alveg nógu nákvæmar hvað varðar umdæmisráð og þessar breytingar sem hafa orðið á barnaverndarlögum upp á síðkastið. Þannig að þetta er í raun og veru leið til þess að uppfæra reglurnar með við það. Takk fyrir þetta Helga Lind. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar, biður orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir tilheyrendur. Ég ætlaði bara að koma örstutt hérna og í rauninni bara lýsa yfir ánægju minni yfir því að þessar reglur verið komnar til framkvæmdar. Þetta er eitthvað sem við erum búin að horfa á og var farið að vinna að. Og ég tel mjög mikilvægt að vera með mjög skýran ramma utan þessi mál. Bara til þess að það sé alveg skýrt hverja fjárhæðarnar eru og það sé hvorki verið að fara upp fyrir þær eða vangreiða. Þetta bara skiptir máli þegar það verið að kaupa aðkeypta þjónustu að ramminn sé alveg skýr fyrir sveitarfélagið og auðvitað fyrir þá sem eru að nýta sér þessa þjónustu í mjög viðkvæmri stöðu. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta 8. mál og dagskrá fundarins, breytingar á reglum sveitarfélagsins Árborgar greiðslu lögmannskostnaðar í barnaverndarmálum. Þeir sem eru því samþykk vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú áður en við förum í 9. liðinn að þá eru ekki svo sem mjög mörg mál á dagskrá fundarins en ég kannski var ekki nú skýr í því áðan að því við erum búin að hafa okkar frábæra ungmennaráð og fulltrúa úr þeim hér á fundinum. Þá viljum við þakka ykkur fyrir að koma hingað. Þið megið sitja út fundin eða viljið, hann er ekki mjög langur en bara ítrekka þakklæti til ykkar fyrir ykkar framlag. En þá er komið að 9. máli á dagskrá fundarins, breytingar og reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara. Tillaga frá 12. fundi velferðarnefndar frá 24. október liður 2, breytingar og reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara. Lagt er fyrir nefndina tillögur að breytingar og reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara í sveitarfélaginu. Helstu breytingar snúa að breyttri aðkomu blindra og sjónskertra einstaklinga auk skilyrða ökuhæfni. Með þessum breytingum er stefnt að skýrari afmörkun þjónustunar og betri nýtingu hennar. Velferðarnefnd samþykkir reglurnar og felur deildarstjóra að yfirfara og gera smávægilega breytingar og tillögu á uppfærðum reglum samkvæmt umræðu á fundinum. Velferðarnefnd vísar reglum til bæjarstjórna til umræðu og samþykktar. Og hér eru nokkur fylgiskjöl með sem að verða birt þegar að fundagerðin verður komin á netið, en ég ætla ekki að fara yfir þau all hér en gefa orðið frjálst og Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Takk fyrir þetta, kæri forseti. Rétt bara að koma inn á hvað þetta fjallar. Hér er verið að leggja til að við afmörkum aðeins þjónustuna með að skilgreina betur hverjir geta sótt þessa þjónustu. Annars vegar er verið að tala að það sé í raun og veru ekki orðið sjálfgefið og sért 67 ára getur fengið þá þjónustu. Heldur þurfir að framvísa því að þú sért með einhvers konar skerta ökuhæfni. Þannig að þeir sem þurfa þjónustunni getur notað þjónustuna og við getum þá veitt þá betri þjónustu þeirra. Hins vegar er líka verið að leggja til að blindur og sjónskertir falli ekki lengur undir akstursþjónustu fyrir aldraða, heldur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og þetta held ég sé bara mjög mikilvæg líka breyting þannig að rétt þjónustu sé á réttum stað og þetta er í raun og veru, við erum að gera þetta bara í takt við önnur sveitarfélag og þetta er mjög sambarlegt á það sem aðrir eru að gera. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu 9. máli á dagskrá fundarins? Og ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk
breytingum og reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá leggur forseti til örstutt fundarhlé, svona eins og í 2-3 mínútur og bið Rúnar tæknimann að rjúfa útsendingu rétt á meðan. Heyrðu, við ætlum að fá Takk fyrir. Þá fundi fram haldið í bæjarstjórn Árborgar og við erum hér saman komin á 47. fundi bæjarstjórnar Árborgar sem fer fram hér í Grænumörk 5 á Selfossi miðvikudaginn 13. nóvember. Við erum búin að taka hér fyrir hluta fundarins með ungmennaráði Árborgar eða fulltrúum þess og fara hér yfir ýmis mál og erum síðan að ljúka hér formlegum fundi bæjarstjórnar með nokkrum málum sem hér eru. Nú erum komin að 10. máli á dagskráni sem samþykktir Bergrisans byggðasamlags 2024. Þetta fyrri umræða og það lagt til að vísa samþykktum Bergrisans byggðasamlags til síðari umræðu. En ég opna fyrir mælendaskrá ef einhverju vilja tjá sig málefni Bergrisans. Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista við beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir tilnefnendur.
Já, ég ætla nú ekki að lesa upp úr samþykktunum en svona rétt svona til upplýsingar þá svona hvað við segja, minni háttar breytingar á samþykktunum. Það er verið að laga aðeins orðaval eftir að hafa ráðinn inn skrifstofustjóri og það er í rauninni búið að gera Bergvinsson sjálfstæðri þannig að hann er ekki beint undir í rauninni sveitafélagin Árborg eða starfsmennindin sem voru þar. Verkefnastjórinn var semst inn á stjórnsýslu hjá sveitafélaginu en nú er Bergvinsson orðinn sér sjálfstæður þannig að það er ekki í rauninni samningur þarna á milli þá í rauninni lengur. Þannig að þetta eru svona breytingar sem tengjast því öll saman. Þannig að við leggjum til að þessu verið vísað til seinni umræðu. Takk. Takk fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá ætla ég að bera það upp til atkvæða hverju vilja samþykkja það að vísa þessum samþykktum Bergvinsons til síðar umræðu. Vinsælt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 11. máli á dagskrá fundarins og það er af líkum meiði. Það eru samþykktir brunavarna Árnessýslu 2024 fyrir umræða og hér er lagt til að vísa samþykktum brunavarna Árnessýslu til síðari umræðu. Ég opna fyrir mælendaskrá, ef einhverju vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista ef við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, kannski bæði undir brunavörnum og næsta þetta eftir að það hefur náttúrulega staðið yfir vinna núna í þessu kjörtímabili eftir að allir bæjarfulltrúar hér og fengu kynningu í héraðsnefnd það að það þyrfti að skipta upp í rauninni þessum samstarfsverkefnum sem falla undir héraðsnefndina og þar á meðal eru brunavarnir og tónlistarskólinn sem er hér á eftir og einnig byggðasafnið, listasafnið og héraðsskjalasafnið og það sé ekki að dagskrá hér en eins og kom fram þá var í rauninni samþykkt á héraðsnefndarfundinum fyrir haust að samþykktir fyrir brunavarnir og tónlistarskólann sem eru hérna til umræðu og er þá í rauninni vísað til síðari umræðu. Ég ætla ekki að fara nánar út í samþykktirnar þær eru svona þessar rauninni grunnstarfsemi brunavarna í þessu tilfelli og svo tónlistarskólann sem hefur rætt en hvet á að samtla kynna sér að menn vilja fara í þessa skemmtilesningu þegar þeir skoða fundargerðina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá legg ég það til atkvæðagreiðslu hér fyrir fundinn samþykktir brunavarna Árnessýslu 2024 og spyr bæjarfulltrúa hvort þið vilji samþykkja þá og vísa því til síðari umræðu. Vinsælt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og þá erum við komin á 12. liðinn samþykktir tónlistarskóla Árnessinga 2024. Hér er fyrri umræðu að ræða. Lagt er til að vísa samþykktum tónlistarskóla Árnessýslu til síðari umræðu. Ég opna fyrir mælendaskrá og einhverju vilja tjá sig tónlistarskólan. Samþykktirna þar. Ef svo er ekki þá ber ég það upp til atkvæða hverjir eru samþykkt því að vísa þessu til síðari umræðu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum nokkurum sem við þurfum að taka hér fyrir. Það er 13. liðurinn á dagskrá ungmennaráð, 7. fundur haldinn 14. október síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki þá förum við í 14. lið á dagskránum skipulagsnefnd 35. fundur haldinn 16. október síðastliðinn. Bragi Bjarnason, ég opna fyrir mælendaskrá, Bragi Bjarnason hefur bæjarfulltrúi D-lista ef við beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefnendur. Já, svona við erum búin að taka fyrir einhver mál hérna beint inn í en vildi svona bara vekja athygli því þetta er bara mikið í umræðan hjá okkur og vill maður bara vekja athygli í máli 1. Þar var í rauninni skipulagsnefnd í samræmi við samkomulag sem var gert í fyrra viðauka af uppbyggingu í miðbæ Selfoss að þarna var verið semst að úthluta formlega þessu viðbótar svæði upp á 2702 fermetra eftir að við höfum reiknað þetta upp. Þetta var sett upp sem það bil 2710 þannig að þetta var aðeins minna þegar allt var reiknað og þannig kom fram í rauninni í skjölunum í rauninni var skiptu hvernig þetta væri bæði í hvaða byggingareiti var að ræða og hvað var að fara undir svona almenningssvæði göngugötu og svæði til hliðar. Þannig að samtals eru það 2702 sem þarna er verið að úthluta þá formlega og eins og hefur kemur fram í bókunin og hefur verið rætt hérna þá
bera þessi í rauninni svæði þegar það verður sótt byggingarleyfi, náttúrulega þá felast í þeim gjöld eins og byggingarréttargjöld og önnur gjöld sem þar falla undir. Þannig að það vildi svona vekja athygli á þessu máli og til upplýsingar að það kemur ekki fram nefnilega í fundagerðinni í máli 4 þar sem nú verið að ræða sama svæði en því máli var frestað á þessum fundi í rauninni máli 4 þar sem var verið að ræða deiliskipulagsbreytingar tilfærslur inn í miðbæ Selfoss en því var frestað. Það kemur bara ekki fram þannig að það sé skýrt sem mjög sérstakt að það hef ekki komið með í bókunni en það kemur hérna til umræða þá væntanlega á þeirra næsti fundur undir næsta fundi þannig að skipulagsnefndar. Herru, já, takk hérlega. Takk fyrir þetta, Bragi. Við erum hér að ræða 14. lið á dagskrá fundarins, skipulagsnefnd 31. fundur haldinn 16. október síðastliðinn og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, við biðjum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hér upp undir fundi skipulagsnefndar nr. 35 og ætla að taka aðeins fyrir mál 1, mál 4 og mál 8. Ég ætla að gera athugasemd við mál 1 eða allavega að fá bæjarstjóra til að koma hér upp og svara því þá alveg skýrt þegar talað að framkvæmdaraðilar greiði gjöld á úthlutuðu svæði samkvæmt reglum og gjaldskrám Árborgar. Ég vil bara fá það alveg skýrt frá bæjarstjóra hvort að hér sé verið að tala þau gjöld og byggingarleyfi og byggingarréttargjöld sem við samþykktum hér fyrir þessast nýjustu útfærslu. Ég vil fá það bara alveg skýrt. Síðan varðandi 4. liðinn, þar kemur náttúrulega ekkert fram að þeim lið hafi verið frestað. Þar ætlaði ég að fara að koma inn á þessar breytingar á deiliskipulagi, þá sérstaklega á því að bæta 3. hæðin ofan á Austurveg 8 og 10. Mér finnst það einhvern veginn ekki hafa fengið neina umfjöllun, þannig að ég en úr því að því hefur verið frestað þessu máli, þá kannski ætla ég ekkert að fara að vekja athygli á því neitt meira að fá umræður það, annars finnst mér mjög mikilvægt að við ræðum það hér eða á opinberum vettvangi. Síðan það mál þá 8 sem varðandi að breytingar á gjaldskrá. Ég var nú að lesa þetta bara áðan, í dag og mér finnst mjög sérstakt og mjög óskýrt greinin sem tekur á byggingarleyfi, að greiða skuli byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu og byggingarleyfi frá byggingarfulltrúa. Að því mér finnst þetta mál eða þessi leyfi vera mjög mismunandi í sveitarfélaginu og það hugnast mér ekki vel að þetta sé ekki verið að afgreiða lík mál með líkum hætti, að aðilar geti sett girðingar og hafist handa en án þess að vera búnir að greiða gjöld eða komnir með leyfi. Þannig að ég ætla að gera athugasemd við þetta líka. Mér finnst við verða að stíga miklu fastar til jarðar hér og vera með þessa hluti miklu skýrar gagnvart framkvæmdaraðilum vegna þess að það nógu íþyngjandi regluverkið fyrir, en auðvitað þarf það að vera íþyngjandi upp á ákveðnu marki því að við viljum líka að hlutirnir séu vel gerðir, en mér finnst þetta ámælisvert hjá okkur í okkar sveitarfélagi hvað þetta virðist vera svona mismunandi. Þannig að ég með fyrirspurn varðandi þá í rauninni gjöldin, varðandi lið 1 og svo varðandi þegar það er verið að greiða byggingarleyfisgjald og hvort að viðkomandi byggingaraðili geti bara að fara á stað og sett girðingar á þess að vera búin að greiða eða fá leyfi. Þess að þetta of opið og bjóða upp á of mismunandi afgreiðslur. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, biður orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég hef mitt svona smá fyrirspurn varðandi lið 1 í sömu
fundagerð. Það sem sagt, kemur þarna fram í orði bæjarstjóra að það verði greidd öll gjöld af þeim framkvæmdum sem að fyrirhugaðar eru og við erum að deila þarna út einhvers staðar í kringum, var ekki 2700 fermetra eitthvað svoleiðis, og það er áformað að byggja á 1400 og setja almenningsrými verði 1302 fermetrar. Er komið fram nákvæmlega hverjar tekjurnar verða af þessum þessari viðbót við miðbæinn, og það væri bara gott að fá það fram. Ég fagnaði auðvitað mjög að það sé verið farið að greiða gjöld af þessum ágæta reit okkar sem að hefur nú verið ekki ofrukkað fyrir, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, en það væri bara gott að fá það fram, þannig að það komi þá bara fram að því þetta hefur auðvitað verið mikill ásteytingarsteinn í gegnum árin og gott auðvitað að þetta sé að fara að byggjast upp og sé fyrir endan á þessum framkvæmdum, en eins og ég segi, það er gott að fá bara fram hvað nákvæmlega þetta verður. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langar að taka undir hérna fyrirspurnina varðandi lið 1 sem að bæjarfulltrúi Fjóla Kristinsdóttir og bæjarfulltrúi Arnar Freyr vörpuðu fram hér og undan mér varðandi viðbótarlandi og nákvæma tölu hvað er verið að tala þarna í gjöld samkvæmt okkar nýju, er verið að innheimta þau samkvæmt okkar nýju reglum. Það væri mikilvægt að fá það fram hérna. Svo er annað, það er þarna liður 4 í fundagerðinni og það er nú mjög sérstakt að skuli ekki koma fram þarna. Ég nauta mitt það kom ekki fram nein afgreiðsla við málið sem er afar sérstakt og þannig að maður gæti ekki vita hvort að málinu hafi verið frestað eða hvað afgreiðslu það hefði fengið. En ég velti fyrir mér þarna varðandi, mér finnst líka að það kemur ekki nægilega vel fram þarna eins og með, það er verið að tala til dæmis að fækka og fjölga bílastæðum við lóðir og maður veit ekki neitt úr hverju og í hvað einhvern veginn. Jú, það kemur fram eitthvað að hvað bílastæðin er að vera en maður sér ekki hvað þau hafa verið og af hverju er það, af hverju er verið að heimila það. Og síðan er þetta sem að bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á líka, ég man ekki eftir að hafa séð umræðu það að það ætti að heimila 3. hæðina ofan á Austurveg 8-10. Ég hef hvergi séð það talað, en og það ætti nú að maður hefði nú átt að vera búin að sjá það einhvers staðar og það hefði átt að vera einhver umræða það. En ég lýsi yfir dálítilli undrun yfir því hvernig þetta er framsett þarna að kemur ekkert fram afgreiðslu eða neitt slíkt. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, til að svara fyrir fyrsta lið og þau gjöld eins og ég taldi mig hafa talað skýrt undir fyrsta lið, þá já, það er í rauninni fyrir þetta svæði og það er byggingarheimild sem eru veittar á þessu 2700 fermetrar, það sem er verið að byggja þá annarkvort verslunar- og þjónusturými eða íbúðarhús, þá greiða menn samkvæmt gildandi gjaldskrá sem er samþykkt á sveitarfélaginu. Þannig að það fellur þar undir. Við ræddum fyrir á árinu, þá var búið áætla hverja tekjurnar getur verið af þessu miðað við þá tillögu sem er í deiliskipulaginu. Það er í kringum milli 30 og 40 milljónir í byggingaréttargjaldið miðað við þá útreikninga, en
eins og kemur þegar verið er að auka heimildir þá náttúrulega verður það afgreitt og lagt á þegar sótt byggingarleyfið, það tengist sig kannski inn í þá svarið við gjaldskránni, að þegar að byggingarleyfið er lagt á þá er lagt á gjald fyrir byggingarréttin líka út frá náttúrulega fyrir tillögu sem liggur fyrir. Þannig að ef við erum að ræða, að því að við erum með gjaldskrána þannig að ef við erum að ræða íbúð þá fer það eftir þeirri gjaldskrá sem fellur undir það, ef við erum að ræða verslun og þjónustu rými þá fellur hún náttúrulega undir þá gjaldskrá. Þannig að endanlega tala liggur náttúrulega ekki fyrir en að það verður sótt byggingarleyfið og viðkomandi aðili borgar þá áður en að fær byggingarleyfið. Síðan þegar að komið að gjaldskránni þá það er ekki gott ef það er verið að afhenda, ef það er ekki verið að afgreiða málin í rauninni eins og það er eitthvað sem það er að skoða því að það eiga allir að standa við sama borð þar, þannig að það er bara mjög mikilvægt að við tökum það ef svo er og gjaldskráin á í rauninni að vera þá skýr hvað það varðar. En eins og segi, það liggur ekki endanlega fyrir af því að það er náttúrulega ekki komnar, við getum áætlað, þetta voru hátt í 40 milljónir, svona eitthvað milli miða við það sem er inn í deiliskipulaginu, en ef því verður breytt á endanum þá náttúrulega breytist talan í takti við það, þannig að það væri kannski óábyrgt að setja fram ykkur á tölu fyrir að það liggur bara endanlega fyrir og þá er hún greidd. Takk hérlega. Takk fyrir þetta, Bragi. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, biður orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarstjórn og aðrir tilheyrendur. Ég er svona að leita á mér svona smá áleitin spurning varðandi lið 4 í þessari ágættu fundargerð að það kemur kannski illa fram af hverju var verið að leggja þetta fyrir og þessu var svo frestað bara án frekari skýringa einhvern veginn. Og maður svona upplifið það svolítið að málin sé að fara fyrir nefndina bara óreifuð og svo bara kemur í ljós bara þegar þetta komið fram þarna að það sé bara tæknilegt úrlausnarefni sem á eftir að klára og þá bara kemur fyrir einhvers konar bara frestun. Þannig að þetta eru þetta ekki einhvers konar afgreiðslustofnun eins fyrirtækis heldur þetta bara með formlegum hætti þarf að vinna hlutina betur. Þannig að ég bara horfið þannig á það að þetta sé bara banreifað og vísa frá og komið fyrir okkur inn í bæjarstjórn til þess að fara yfir og svo er ekki engar skýringar fundnar. Þannig að það væri ágætt að heyra bara, þetta lítið þannig út fyrir mér. Þannig að ég væri bara til í að heyra aðeins meira þetta, þeir sem eru hér kannski skipulagsnefnd og gerir bara grein fyrir þessu máli. Það væri bara áhugavert að heyra það. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, eins og ég skil bæjarstjóra þá hefur orðið breyting á og Sigtún Þróunarfélag er þá að fara að greiða gjöld samkvæmt nýjum taxta og nýjum reglugerðum, nýjum reglum. En eins og áður hafði verið talað að þá væru þeir undanskildir því þar sem þeir hefur komið að stað áður en að þessar reglur voru settar á. Ég fagna því. Ég reyndar hefði viljað setja 1-0 í viðbót fyrir aftan eins og mér reiknast til 2702 fermetra byggingarsvæði að þá held ég að það ætti að vera minnstakosti tæplega 300 milljónir en setja það til hliðar. En ég skil þá það þannig að sveitarfélagið er að fara að fá tekjur af byggingarleyfi, byggingarrétti og öðrum gjöldum upp á 30 milljónir sem að reyndar náttúrulega mesta grín sem ég heyrt bara í langa tíma en greiðir ekkert fyrir landi sjálft en við erum að fara að innheimta samkvæmt nýjum gjaldskrám þá þessi gjöld og ég er gríðarlega ánægð með það. Ég fagna því að það sé búið að breyta og það er að innheimta þessi gjöld. Ég hefði gjarnan vilja að við værum að innheimta fyrir landi sjálft vegna þess að sveitarfélagið eins og við vitum öll er að innheimta álag af íbúum og þarf bara á öllum þeim peningum að halda sem við getum sótt okkur og þá sérstaklega hjá þeim sem eru að framkvæma. Með þess er ég ekki að segja að ég sé ekki hlynnt framkvæmdunum, ég er gríðarlegur talsmaður allra framkvæmda og
ekki síst í miðbænum, mér finnst það alveg stórkostlegt verkefni og og fagna því í Hvívetna, en ég er algjörlega þeirrar skoðunar og ég hef margoft sagt það hér að lík mál skuli afgreitt með líkum hætti og við þurfum alla að leggja okkar á vogarskálarnar, bæði framkvæmdaraðilar og fyrirtæki og íbúar eru sannlega að gera það. Ég hefði helst viljað undanskilja íbúana, en það er bara mín skoðun. En ég fagna því að það eigi að rukka samkvæmt nýjum gjaldskrám. Það finnst mér frábært skrifa fram á því. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við förum í 15. lið á dagskrá fundarins, það er eigna- og veitunefnd, 35. fundur haldið 16. október síðastliðinn. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, biður um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, ég kem hérna undir lið 3, aðgerðir í fráveitumálum. Mér langaði bara að biðja bæjarfulltrúa að kynna sér þessa skýrslu sem þarna er undir. Þetta er mjög upplýsandi fyrir allt byggðarlagið, bæði Eyrarbakka, Stokkseyri og Selfoss, hvað skal gera í fráveitumálum í sveitarfélaginu. Það er líka alveg gaman að sjá, þótt maður vill alltaf sjá að vera gert meira í rauninni í þessum atriðum og við þurfum náttúrulega að framkvæma við það fjármagn sem við höfum, þá er búið að gera helling í þessum málum, samt sem áður á sín tíma, á síðustu árum, og en það má ekki hætta og við þurfum að halda áfram, sérstaklega í þessum eldri hverfum hérna upp á Selfossi og svo náttúrulega niður frá á Eyrarbakka, Stokkseyri. Það þarf að sameina útrásir og út í sjó og eins og var gert hér á Selfossi, og þess vegna í rauninni getum við verið að framkvæma þessa hreinsistöð sem við nú erum að byggja. Það er að leggja grunninn og fara að vinna þessa vinnu og halda áfram. Mér langar bara að hvetja alla bæjarfulltrúa og þá sem starfa hérna í pólitíkinni að kynna sér þessar skýrslur og það er náttúrulega dýrar og háar tölur sem eru inni, en það er uppfærð samkvæmt vísitölu. Og svo langar mér, og það ætla ekki að koma aftur undir lið eign og veitu á sem fundi, að þakka bara starfsmönnum og nefndarmönnum fyrir góða vinnu í fjárhagsáætlanagerð og fjárfestingaráætlanagerð, það sem af er. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já. Ég kemst á skrið þegar fundagerðirnar koma, þar sem ég er að lesa þær í fyrsta skipti alltaf fyrir bæjarstjórn. Mér langar að taka undir orð bæjarfulltrúa Sveins Ægirs varðandi skýrsluna og þá vinnu sem hefur verið unnin. Varðandi sem starfshópur segi ég varðandi hreinstöðinu við Geitanes. Ég bý nú niður frá að horfa á þetta og það er bara gríðarleg vinna sem er að eiga sér stað og gengur að ég tel vel. Myndi ég allavega með hvernig það virðist að unnið alla daga og enda tíðin góð. Þannig að mér langar líka að taka undir orð Sveins með það að þakka bara starfsfólki fyrir frábæra vinnu og öllum sem að þessu koma. Auðvitað kostar þetta gríðarlega fjármuni, en þetta er eitt af því sem að okkur ber að gera og skiptir okkur miklu máli til framtíðar, og ég er ánægð að sjá það að þessi verið að skoða líka aðgerðir fráveitumálum niður á Stokkseyri og Eyrarbakka. Því að við þurfum líka að horfa til þess að þetta sé í lagi allstaðar. Já, þetta er eiginlega bara búið að vera aðeins vandræðilegt síðustu ár. Mér langar svo að lokum að kvarta yfir því að ég get ekki opnað fjárfestingar áætlun 25-28. Þannig að ég get ekki legið yfir þeim tölum, get ekki opnast ekki hjá mér á neitt hátt. Þannig að ég annars hefði farið í tölurnar. Þannig að kannski er þetta mér áðan gert þar sem ég kem svo mikið upp undir fundagerðum, en ég á það þá bara inni, en mér finnst það miður. Ég vilja aðeins rýna tölurnar. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla. Það var ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir 15. lið. En þá er komið að 16. lið bæjarráð, 104. fundur, haldinn 24. október síðastliðinn, og þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, rétt aðeins bara til upplýsingar þegar að vita upp. Þarna var í máli 2 verið að ræða fullnaðarafgreiðslur. Ég ætla svona ekki að fara dýpra í það, en það er mjög mikilvægt að það sé
skýrt regluverk hvaða fagnefndir og hafa hvernig þær og starfsmenn sveitafélagsins hvaða heimildir þeir hafa til fullnaðarafgreiðslu þar sem þeir ekki hingað til bæjarstjórnar. Var rætt í bæjarráði og bæjarstjóri og bæjarritara falið að vinna það áfram. Það mun síðan koma hingað til bæjarstjórnar til afgreiðslu síðar. Það var farið aðeins yfir bílastæðamál við ráðhúsið og í miðbænum sem eins og flesti þekkja sem að reyna að ná sér í stæði og komast í þjónustu og annað á miðbæjarsvæðinu, það orðið frekar þröngt að þingi og fátt stæði og það svona verið að skoða möguleikana hvernig hægt að útfæra það í rauninni sérstaklega í tengslu við ráðhúsið og bæjarráðar farið það og erum að vinna það mál áfram og síðan mér mjög mikilvægt að koma þess að fagnaðar efni að við ágreiddum úthlutunar og útboðsskilmála fyrir íbúðalóðir við Tjarnastíg á Stokkseyri. Þannig að bæjarráð var að afgreiða útboðsskilmála og nú verið að leggja loka hönd á auglýsingu og þau gögn sem vantaði þannig að það sé hægt að auglýsa þessar lóðir og vonandi bara verði einhverjir nokkrir aðilar sem bjóða þarna í og það verði hægt að halda áfram að byggja upp alls staðar í sveitarfélagi. Takk hérlega. Takk fyrir þetta Bragi, þá Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista beðið um orðið. Forseti, Bragi Stallnason sem ætla að koma að tala um Tjarnastíginn. Ég held að sé mjög fróðlegt að sjá hvort við fáum eitthvað tilbúið þá og sjá hvort að markaðsöflin séu tilbúin að fjárfesta líka með svona stórum hætti eins og það verið að gera upp á Selfossi og að koma þessum lóðum út og með þessu þá, ef við fáum út þá getum við líka nýtt þann pening til að styrkja innviðina enn frekar á Stokkseyri, varandi fráveitu og vatnsveitu og hitaveitu. Mér langar líka að koma inn á lið 4, þar sem við verið að leggja niður félag Höfuðstað Suðurlands framtíðar áform. Mér langar bara að upplýsa þetta á félag sem var stofnað á seinasta kjörtímabili til að fara í átak að fá fólk til að flytja í sveitarfélagið. Taldi nú kannski ekki víst að sveitarfélagið ætti að fara í þetta verkefni. Það var nóg fólksfjöldi hingað nú þegar og ásýnd sveitarfélagsins alls góð, en það allan búin að leggja þetta félag niður. Vildi bara upplýsa það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar að koma upp undir minnisblaðið eða varandi bílastæðamálin. Það sem að þetta náttúrulega vinna sem var hafin aðeins á síðustu 2 árum hvernig við getum leyst bílastæðavanda starfsfólks ráðhússins. Það kom upp alls konar hugmyndir, til dæmis að setja hlið á bílastæðin sem að sannarlega tilheyra ráðhúsinu fyrir aftan ráðhúsið og þá fyrir þá sem að starfa í þessum 2 húsum, pakkhúsinu og ráðhúsinu. Og ég veit að því það kemur það er engin tillaga inn í minnisblaðinu sem annars mjög gott, að þá það nú þannig og í rauninni mjög sérstakt bara og stórfurðulegt, við segjum bara sér að það sé í rauninni upplifun þeirra íbúa sem búa þarna í íbúðunum niðri í bæ að þeir geti lagt þarna á bílastæðum ráðhússins eins og það séu þeirra eigin, sem það náttúrulega alls ekki og það kemur fram í minnisblaðinu og umfjölluninni að alla jafna síðan 10 bílar bara á stæði ráðhússins þegar starfsfólk mætir á mótnana. Þannig að auðvitað gætum við skoða það að setja þarna hlið og eins og bara tíðkast í Reykjavík, þó séum kannski ekki að horfa til þeirra í mjög mörgum málum, en þá það sannarlega þannig að starfsfólkið þarf að geta lagt einhvers staðar. Varðandi bílastæðamálin og eftir að bílastæðahúsið kom, ég reyndi nú að leggja þar í gær og gat ekki greitt, þannig að ég viðurkenni það hér þá í pontu og ég tók mynd af því og veit að þeir tóku númerið niður og sannarlega reyndi það, en það eru sjálfsagt svona byrjunarörðuleikar og margar sniðar lausnir til hvað það varðar. En mér skilst á þeim sem starfa niður í bæ að það hefði heldur versnað bílastæða baráttan. Það hér fleiri sem getur kannski staðfesta, en mér heyrist á þeim sem ég þekki og starfa þarna niður í bæ að það hefði heldur versnað bílastæða baráttan vegna þess að nú sé farið að rukka. Þetta auðvitað mjög lág upphæð, bara svo því sé haldið til haga, en þetta sannarlega eitthvað sem við verðum að leysa og auðvitað það þannig að þeir einstaklingar sem eru með íbúðir þarna,
eins og miðbæ Reykjavíkur að þeir hafa oft haft tök á því að kaupa sér hérna bílastæði í bílastæðahúsum neðanjarðar og mögulega verður það þannig og ég vona að verði þannig þegar kemur þessi viðbót að hún sé það stór og öflug að það verði gert ráð fyrir því að einstaklingar sem nú þegar eiga íbúðir niður í miðbæ og ég bara skora á sigtúnsmenn að skoða það að geta selt þá þessum einstaklingum hérna stæði þannig að hérna þeir sem eru með íbúðir hérna geti haft svona sitt eigi stæði og sé ekki alltaf í þessari bílastæðabaráttu því hún mjög hvimleið og ég bara sammála því sem að var verið að skoða með að setja hlið fyrir ráðhúsið því að hérna starfsfólk ráðhúsins auðvitað hvatt þess að hjóla og allavega en við þekkjum nú veðráttuna á Íslandi að það nú ofta hægara sagt en gert þannig að ég hérna vænti þess að við fáum að sjá einhverja tillögur þegar það kemur. Þetta mjög fínt minnisblað og samantekt og hérna en málinu hvergi nærri lokið en þetta eitthvað sem skiptir okkur miklu máli. Á sama tíma ég fagna því að geta lagt í bílastæðahúsinu og greitt vonandi í framtíðinni og hérna gengi að því sem vísu að geta lagt og hlaupi í rigningunni sem minnst utandyra á kaffhús eða annað slíkt. Þannig að hérna hlakka til að sjá hvernig þessu framvindur. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista beðum orðið og við erum að ræða hér bæjarráð, 16. mál. Já, forseti, mér langar bara aðeins að koma inn upp og taka undir með Fjólu að það gott að við erum farin að ræða þetta mál og þetta mál og setja á dagskrá. Það hefði, og í rauninu svona þó fyrir hefði verið, þó svona bílastæðaþrýstingurinn hafi aukist á þessum stað, þá hérna nauðsynlegt að vera tekið á þessum máli og allar hliðar skoðaðar og við ræddum það auðvitað í bæjarráði, við fórum yfir málið og skoðum þetta vel og tekundum með Fjólu mjög fínt þetta minnisblað sem við fengum og ástæða til að skoða þetta út frá öllum vinklum, en það komin tími til að við skoðum líka eins og önnur sveitarfélög hafa verið að gera allavega kanna hvort það sé áhugi fyrir eins og samgöngustyrkjum. Það getur vel verið að fólk og starfsfólk hafi áhuga á því og þá finnst mér bara eðlilegt að við skoðum það því það mun ódýrari kostur heldur en að malbygga og byggja fleiri bílastæði. En mér langar líka að taka undir með Fjólu að það þetta svona dálítið sérstakt að íbúðareigendur í miðbænum hafa í rauninni ekki haft aðgang að neinum bílastæðum nema bílastæðum sveitarfélagsins og það eitthvað sem verður auðvitað já, það bara mjög sérstakt og það þurfa auðvitað að finna út úr því fyrir þá sem að eiga þessar eignir og þeir sem hafa selt þessar eignir að þessi hópur þarf auðvitað að hafa aðgang að sínum bílastæðum sem hljóta fylgja öllum íbúðum. Þannig að en það bara gott að við erum komin af stað með þetta og verður áhugavert að sjá niðurstöðurnar af því sem að til stendur að skoða í tengslum við þetta mál. Takk. Já, takk fyrir þetta Arna Ýr. Þá erum við búin að ljúka hér við 16. mál á dagskrá fundarins sem 104. fundur bæjarráðs frá 24. október og þá komið í 17. mál á dagskrá fundarins velferðarnefnd 12. fundur haldinn 24. október síðastliðinn. Við opna fyrir mælendaskrá og Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla að koma undir lið 7, það sem sagt að Bergrisinn BS hefur stofnað starfshóp uppbyggingaráætlun húsnæðisúrræða fyrir fatlað fólk á starfssvæðinu. Ég ætla bara að fagna þessu og sé bara áframhaldandi vinna vegna þess að það eru flöskuhálsar í kerfinu eins og sagt og þess vegna svo bara mikilvægt að við höldum þessu verkefni áfram. Við varum að opna nýtt og glæsilegur íbúðakjarni í maí síðastliðinn og bara mikilvægt að við höldum þessari vegferð áfram. Takk. Takk fyrir þetta, frú Brynhildur. Er fleiri sem vilja tjá sig?
Ef svo er ekki, þá förum við í 18. mál á dagskránni sem er bæjarráð 150. fundur haldinn 30. október síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, maður vill koma og upplýsa nokkuð mál. Það var bæjarráð tók til umfjöllunar undir fyrsta lið, rekstrar yfirlitið fyrir 9 mánuði, semst út september þetta árið, og við erum nú nýbúin að ræða yfirlitið út október, en þarna kemur fram að A-hlutin er jákvæður 1235 milljónir, sem er bara jákvætt í rauninni, og ef það er tekin, eins og við höfum nú oft tekið til greina, að ef 1200 milljóna króna sala er tekin út fyrir sviga, þá erum við samt aðeins með jákvæða niðurstöðu, sem er mjög gott. Vitum það samt inni að það voru ennþá greitt framlög frá jöfnunarsjóði sem kemur inn sem aukatekjur, og millifærslu sem eftir að koma frá bergreisunum. Þannig að við getum vænst betri niðurstöðu, en þetta er allavega yfirlitið fyrir 9 mánuði. Og niðurstöðu fyrir A og B hluta, þar sem B hluta samstæðan Veitur og Selfossveitur eru teknar með ásamt fleiru, sína rétt tæplega 1600 milljón króna jákvæða niðurstöðu, sem er bara vel, og því ber að fagna. Það er áætlanirnar eru að standast, og vil þakka starfsfólki öllu sem koma þar að, sem vinna því verkefni. Síðan skulum við aðeins horfa inn í fundargerðina, svona rétt til að geta upplýst. Það var náttúrulega farið yfir drög að fjárhagsáætlun sem við tökum síðan til umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar í næstu viku. Og svo tókum við fyrir 2 mál úthlutun lóða á sölu, það er sem bæði útboð á 3 par- og raðhúsalóðum í Móstek, og síðan í rauninni svona aðra útfærslu fyrir úthlutun lóða á sölu byggingaréttar fyrir einbýlishús, þar sem er í rauninni fast verð á byggingarétti fyrir miðað við stærð lóðar og gatnagerðargötum, og síðan verði hægt að sækja í rauninni, og þar verði verið að setja upp skilmálana þannig að einstaklingar geti verið í forgangi, en þá er þið í rauninni dregið úr við úthlutun í rauninni, og það verður vonandi auglýst núna mjög fljótlega. Það er búið að komið inn á vefinn auglýsingun úthlutun fyrir par- og raðhúsalóðirnar, en einbýlishúsalóðirnar ættu að detta núna mjög fljótlega. Þannig að það er farið svona milli skref í því, en það er samt í rauninni lágmarksverð eða í rauninni fast verð á byggingarétti fyrir hverja lóð. Önnur svona verkefni bæjarráð er kannski ekki best, en þetta eru svona helstu málin sem ég vildi aðeins upplýsa og ræða. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir 105. fundi bæjarráðs? Ef svo er ekki, þá förum við í 19. mál á dagskrá, umhverfisnefnd, 19. fundur haldinn 29. október síðastliðinn. Hvernig sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 20. mál á dagskrá fundarins, eigna- og veitunefnd, 37. fundur haldinn 30. október síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig áfundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 21. og síðasta lið á dagskrá fundarins, sem er bæjarráð 107. fundur haldinn 7. nóvember síðastliðinn. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Eitt mál sem ég langar að vekja athygli á, því við erum nú búin að vera eða 2 mál sem við skulum taka. Þarna var bæjarráð að samþykkja að taka þátt í tilraunaverkefninu Undísi, sem kom frá Vinnumálastofnun, og bæjarráð í rauninni tók undir þetta, hafði farið til umsagnar í velferðarnefnd, og bæjarráð tók undir það og samþykkti þátttöku í tilraunaverkefni Vinnumálastofnunar. En verkefninu er ætlað að fjölga atvinnutækjum fyrir fólk með mismikla starfsgetu og styðja við vinnustaði í undirbúningi og innleiðingu. Þannig að bæjarráð tók samt fram með þetta, og það þarf að vinna máli síðan með hverri og einni stofnun, þar sem verður vonandi hægt að taka þátt í þessu verkefni og styðja fleiri einstaklinga út á vinnumarkaðinn. Og bara það er vel, og munum við vinna þetta mál áfram með Vinnumálastofnun sem fer með það. Og svo mál nr. 3, þar sem var verið að auglýsa sölu á enn einni lóðinni hjá okkur, sem er bara vel. Það verður
nóg að gera vonandi næstu mánuði í uppbyggingu og sölu, en það er Glaðheimalóðin eða Tryggvagata 36 sem hafði áður farið en var skilað inn, þannig að við erum að bjóða hann út aftur með þarna sérstökum úthlutunarskilmálum. Þetta er lóð sem er ódeilisskipuleg, þannig að það er aðeins öðruvísi ferli í úthlutunarskilmálum þar sem aðilinn kemur með, getur komið með þarna tillögu að deiliskipulagi, en í skilmálum er samt farið yfir í rauninni hámars eða byggingamagn sem er ætlað og svona, þannig að það þurfti að endurskoða það aðeins og var gert í rauninni á milli tilboða frá því var boðið út fyrst. Þannig að það er bara vel og þetta er auglýsing sem er komin inn á vef sveitarfélagsins og hvet á að sem ætla að kynna sér það betur þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég fagna því að það er að fara að auglýsa aftur Glaðheimareitin. Þar sem að þetta var fyrsta eignin sem var auglýst og í rauninni fyrstu skilmálarnir útbúnir í kringum þann reit ódeilisskipulagðan. Ég vona að það sé búið að breyta þessu þá veg og þá þurfa að borga hann helst allan eins og við höfum gert við önnur ódeilisskipulagða svæði. Þar sem að við í rauninni fórum fram á allt og litla fjárbindingu síðast, en auðvitað erum við búin að fá reynslu í gegnum þessi útboð sem við höfum verið í og þar leiðandi líka náða að bæta gæðin, þannig að það er bara vel. En að því að ég er ekki í bæjarráði þá er ég náttúrulega alltaf að koma upp undir bæjarráðsfundagerðum og mér langaði að koma upp undir fundagerðinni frá leigubústöðum. Af því að mér rak hér í rogastans þegar ég las þá minnisblað frá húsnæðisfulltrúa þar sem að hann er með tillögur að kaupa 3 íbúðir í gegnum stofnframlög frá HMS sem er vel, ekki misskilja mig, en hér er hann að tala að kaupa 3 4 herbergja íbúðir og af því að ég gegndi nú stjórnarformennsku þarna í 2 ár og við vorum að vinna þessu, ég og Björg Maggi nokkur sem er nú reyndar hætt að starfa hjá sveitarfélaginu og vorum komnar með í rauninni svona það auðvitað var gerð skýrsla á síðasta kjörtímabili frá Reykjavík eitthvað, man ekki hvað heitir, Economic Circulars, og það er mjög góð skýrsla og svo auðvitað voru þær að vinna með þá lista sem þær voru með. Og þar var verið að tala að fara í það að kaupa einstaklingsíbúðir í Álalæk og Eyravegi eða eitthvað slíkt, ég man það ekki, en allavega alltaf verið að tala einstaklingsíbúðir. Þess vegna var ég rosalega hissa þegar ég sá að það er verið að fara í það að kaupa 3 4 herbergja íbúðir sem að, já, eins og ég segi, kemur bara algjörlega svo þrumur heiskir í lofti gagnvart því sem við vorum að vinna með og ég átta mig ekki alveg á hvort að HMS sé með eitthvað lágmarks, hvort það sé lágmarksverð á íbúðum til þess að geta fengið stofnframlag hvað það er, eða hvort að þetta sé eitthvað breyting á hópnum okkar, þá var hann nú kannski haldist tiltölulega óbreyttur því miður í mjög langan tíma, en við megum ekki gleyma því að það hefur orðið mikil breyting á samsetningu íbúða í sveitarfélaginu, hvað er í boði. Hér er orðið í boði húsnæði frá Brynju leigufélagi og það er orðið í boði hér húsnæði frá Bríett og þeir juku mjög við húsnæði í kringum Grindavíkur í brottflutning Grindvíkinga að þeir fjárfestu hér í mikið íbúðum, þannig að við stöndum allt öðru vísi sveitarfélagi heldur en við gerðum áður, en auðvitað ber sveitarfélaginu að eiga ákveðið magn af íbúðum. Þannig að ég bara með þetta langar að heyra frá ykkur hvernig akkur þessi breyting er, akkur að vera að horfa á svona stórar íbúðir. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, svona kannski rétt til að upplýsa, þarna var auðvitað húsnæðisfulltrúi að fara yfir möguleg kaup á eignum eða sambærilegum sem getur verið, en það fer auðvitað allt eftir og eins og bara kom fram á fundirnum minni bæði þörf á listanum sem er unnin í rauninni í samræði við fullorðinsteymi velferðarþjónustunnar, að því að bæði er í rauninni verið að kaupa nýjar eignir fyrir þá sem eru á biðlistanum og hver eru þá í mesta forgangnum og einnig úr eignum sem þarf að færa
sem er kannski úr og það eru náttúrulega ákveðin svæði sem við höfum vilja hreyfa aðeins til innan leigubústaðina og þar er náttúrulega að meta þarna eignir sem sagt stærð þeirra og kaupa þá sambærilegt til þess að geta fært á milli, þannig að þetta er allt unnið í rauninni út frá og í samráði sem sagt við fullorðinsteymið og þeirri þörf sem er hverju sinni. Þannig að það er ekki keypt neitt bara af því bara, heldur af því að það er ákveðin þörf. Þannig að þetta var svona út frá umræðum og kynningun sem hann var með á þessum tímapunkti. En svo getur það breyst og færst ef þetta áherslunar eru öðruvísi og þá þarf bara að verða það lagt fyrir stjórnina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Áður Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Forseti og bæjarfulltrúar, já, og aðrir tilheyrendur. Takk fyrir þetta. Mér finnst það auðvitað bara grafa alvarlegt máli ef að staðan er að breytast mjög hratt hjá okkur til þess verra að við séum komið með fjölskyldur í þá stöðu að þurfa að leita til okkar með félagslegt húsnæði. Þú veist, það er mikið meira á bakvið svona tölur heldur en bara einhverjar 4 herbergja íbúðir. Við höfum verið í þeirri stöðu að vera með mjög mikið af einstaklingum. Fjölskyldu einingarnar hafa verið að leita til Brynju eða til Bríett. Þannig að mér finnst það, ef það er einhver svona indikator eða vísbending að hér sé að harðna í árinni hjá ákveðnum hópa, þá finnst mér það grafalvarlegt og þurfa að skoða í stærra samhengi. En ef þetta er eins og þetta virðist vera minnisblaðið, þá virðist það vera þannig að það sé búið að leggja til ákveðnir eignir og það mögulega komið í ferli. Að þá finnst mér þetta kannski svona alvarlegra heldur en að þetta sé bara einhverjar íbúðir sem er verið að kaupa, því að það er auðvitað alltaf sorglegt að þegar fólk er á þeim stað þá þurfum við að leita til sveitafélags með húsnæði og jafnvel framfærslu og annað. Það er ennþá alvarlegra þegar það er fjölskyldu fólk og fólk með börn og þar fram til göttunum. Bara á þess að maður ætla að gera á milli ykkur á hópa en þá er það grafalvarlegt og hefur djúpsta áhrif til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá hefur dagskráin verið tæmd á þessum 47. fundi bæjarstjórnar Árborgar. Eins og bæjarfulltrúum er kunnugt frá því í október að þá færðum við fyrri fund nóvembermánaðar til þessa dags í dag, 13. nóvember, vegna vonar það að geta tekið fyrir hér fyrri umræðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2025. En vegna tæknimála þá því miður tókst það ekki og þannig að þá verður hefðbundinn fundur, þriðji miðvikudagur í mánuði í næstu viku, miðvikudaginn 20. nóvember og við mætum þá kátt og hress til leiks eftir að viku liðinni. Ég þakka góða fundarsetu og minni á að skrá rafræna undirritun áður en að horfið er á fundunum og segi fundi slitið.